too old for this shit. Tveir á toppnum í samstarfi við Artwork. Artwork leigir út skrifstofur og vinnuaðstöðu fyrir bæði einstaklinga eða fyrirtæki, stór sem smá. Allt sveigjanlegar lausnir og þjónustu Artwork á artwork.is. Ódeigur hlustendur, þetta hlaðvarpið Tveir á toppnum, þetta mun vera þáttur hashtag 156 og þetta tekið upp mánudaginn 7. júlí 2026, má segja við rjúfum hefðbundna dagskrá og erum ekki að gera þetta á 5. degi. Og tilefni ærið, vegna þess að hann á afmæli í dag og áttræður, hann Sylvester Stallone og þetta náttúrulega svo stórt að það þurfti að kalla til sagnfræðing og rithöfund og ég veit ekki hvað meira, Valur Gunnarsson mættur aftur. Káttur með þetta? Jó, bara alltaf mikið daginn. Jú, sömuleiðis takk. Það er nú þú sem ýttir við mér, sko. Þetta er nú sennilega bara flogið undir radar hjá mér. Já, þetta er náttúrulega svona ár stóramæla. Já. Það er náttúrulega Stallone, Bandaríkin sjálf, 250 ára, já. Í fyrra dag, síðan ég sjálfur að vera 50. Já, til hann ekki með það. Já, komið að ég, en þetta er svona tími til þess að fara yfir sitt lífslöp og svona, hvað mótaði mann og þá náttúrulega hlýtur Stallone að vera einhvers staðar. Já. Og síðan náttúrulega síðan myndin Rocky verður 50 í ár, hún kom í november 76. Já, það er rétt. Og það er einmitt mynd, Óskarsverðlauna mynd sem kom út árið sem ég fæddist í Kodak Theater í Los Angeles, þá er svona rauða myndum og getum að fundina sitt afmælisár, stóði náttúrulega vissi þetta fyrir. Já. Það var Rocky, sko. Þetta er einn svona, einhvern hátt mín mynd og það er náttúrulega. Síðan var ég að klára sko bókum Bandaríkinn sem kemur í haust og það er náttúrulega engin persóna, engin kvikmyndaleikar sem bara fangar Bandaríkinn undanfarna hálfa öld meira en Stallone. Já. Með því að fara í gegnum hans höfundaverk þá náttúrulega þarf maður líka að fara í gegnum einhvern veginn bara sögu og huga. Heim Bandaríkjanna. Já, það er einmitt gaman að nefna það. Þegar ég fór að undirbúa mig, ég undirbý nú oft fyrir þættina. Því Oddur sem er að sleikja sólin í Ítalíu gerir það ekki þá sko skrifaði ég pistil í fréttablaðið einhver tíman fyrir margt löngu undir fyrirsögninni kaldastýri setjur rísa upp. Það var sennilega verið bara þegar Rambo var að koma með þegar Stallone var að koma með Rambo 4 frekar en 5. Og hann alltaf var alveg sko samofinn bandarískri þjóðarsál allavega í 80-sinu alveg. Já, og svona frá 70-sinu inn í 80-sinu. Það er hjálp bara hvernig það breytist í gegnum verk Stallone og kannski má segja svolítið svo bandarískri þjóðarsál þá hafa hann kannski pínu týndur eftir að kaldastríðinu lauk. Já, það kom svona, kom allavega svona, smá svona, veit ekki kalla hnignuna tímabil hjá honum allavega. Já, og kannski mörgum, og líka bara
í Bandaríkjunum sjálfum þá voru neinn svona hver hendurinn upp mútið annari og það var ekki til að saminast lengur og það bara tímabil sem að stefna á daginn í dag. Já, það einmitt þetta nú saga, maður veit náttúrulega ekki, það var ekki Reagan fórstiti, hvert óður þá riðust inn í Granada og líka. Og það veist svona þá á fórsetinu að sagt bara, hvað getum við ekki sendt Rambo? Þannig að þetta var alveg, hann var, Rambo og náttúrulega Rocky, þetta voru náttúrulega bara svona, þetta svona eins og Bjartur í sumurhúsum í okkur. Þetta eru lifandi menn, einhvern veginn í huga þjóðarinnar. Já, Reagan náttúrulega, við segum líka í Stálfsvöldun, en það er, þannig að Stallone, hann endurspeglar sína tíma, en hann náttúrulega mótar þá leið. Hann er það stóra, það sem hann gerir það hefur áhrif á jöfnvel fórsetan. Já. Og hann er áttræður og ég veit ekki hvernig þér líður. Mér fannst ekkert sárt að verða 50 fyrir 5 árum, sko. En þetta er alltaf svona gefur manni von, sko, að ef maður tekur slæ á þetta, þá á maður helling eftir. Það er þetta afreka mikið næstu 30 árin. Jú, ég búin að horfa við til við hann og það er, sko, ég vil meina að sé líka svona ákveðin segði líka þó að hann alltaf segir alltaf í lokinu öllum sínum myndum að það er ákveðin samúður hreið sérstaklega í Rocky myndin þar baráttuna við aldurinn sko já. Sem við komist ekkert undan og hann segir nefnilega sko það að verða fram að 40 bara þá sé maður svona bæta við sig hann læra á heiminn og síðan fann maður bara að hverja sko já. En það má líka segja að hann sko 39 ára stóð á toppi tilverunar en hvað gerir maður svo? Já, einmitt, já, hann er nefnilega, það er náttúrulega kannski svona alltaf stimplaður náttúrulega sem vöðvabúnt og harðis en það er leiðist í honum, heimspekingur stundum það spurning hvort við verðum bara að vinda okkur já, sko, hvort þetta maður kannski bara aðeins að halda í til haga að já, eins og ég sagði á hann, þetta er þáttur 156 en í þætti 100 þá voru við áttur með sérstakann Stallone þátt sem áttu nú að fyrst og fremst aðal að vera bara Stop or my mom will shoot þetta var einhver brandari sem að tók okkur held ég ára að láta vera veruleika og þá fengum við 2 annálaða slæmenn Benedikt Bóas og Henry Birgi blaðamenn og rugludallar sko og þá fórum við svona hinga á þanga en þá var ég ekkert að pæli því að slægir þig sko áttræður árið seinna sko þannig en við erum að fara fræðilega í þetta og taka svona þá ferilin í kvikmyndum ég ætla samt aðeins að fá að gefa þeim orðið smá svona teaser úr þætti 100 og hvet þau ykkar sem að klikkuð á að hlusta á hann á því að tekka á þeirri slæveislu sko Slæ hefur í rauninni alveg síðan að maður kynnist honum fyrst þá dettur hann alltaf inn á svona, maður þarf að bíða kannski 2-3 ár þá kemur hann með einhverja snild sko. Og sko Rambo 2008 myndin ég held ég hafi hort á hana 63.000 sinnum mér finnst hún mér finnst hún er stórkost í alla staði er hún rosaleg og einmitt sko hvað það er hérna í Burma eða Myanmar sko svona rétt miðbyggmyndar eins og ég sé alltaf þegar Rambo kemst í stórubyssuna þá er ekkert snúið tilbaka og breytir einstaklingi í nautahakk er bara eitthvað stórkostlegasta bara movie atriði allra tíma og ég held að hann hafi sko fattað að þarna væri Expendables sko heyrðu, sjáu hvað krátið elskar þetta við ætlum að gera þetta stærra, við ætlum að gera þetta meira og vissulega er Expendables 1 algjört þrekvirki og undraverð kvikmynd á allan máta en grunnurinn er lagður 2008 sko. Svo mörg voru þau orð Já, við verðum að vinna okkur að þessu Rambo 4 ekki bara en hvað er sko hvað er að byrja sko Rocky eins og nefndir á hann er náttúrulega þarna 76 módel og þá náttúrulega það er náttúrulega svona underdog story og þá hættir Slægi að vera underdog sjálfur í rauninni Já, og það er náttúrulega mikil hetjusaga bæði á tjaldinu og frutan það og Rocky endurspeglar alltaf sko feril Slægin hann fram að þeim tíma þá var hann sko hann er rosalega
mikið svona aukaleikari og nefndur elsta myndin sem ég mann til að segja hann er Bananas. Já, Woody Allen. Já. Það var svona leðurjakka tutti að þjarma að út í Subway læst. Já, þetta er þessar tvær svona staðalmyndir nú takast á, það er Woody Allen sem er svona New York intellektual og Stallone sem er það ekki. Nei, en fættist í Hell's Kitchen. Já, en já, er svona hinn hliðin á New York og þarna takast þessar hliðar á og hann fær ekki nafn í myndina. Það er eiginlega fyrir synd að það mætti tala ennþá Woody Allen að þeir skulle ekki hafa gert meira saman sko, maður til einhvern twins-típu mynd með bara Stallone Allen já. En við fengum þá mynd síðan sem að hétt Ants. Já. Það sem að Stallone leikur Stallone og Woody Allen leikur Woody Allen í meira líki sko. Já. Woody Allen var meirinn og hann var þá engisbrettu fóringinn. Já, það var hermur. Já. Svo mynd held ég, þá var svona pöttu æði í gangi, svo mynd fjallslut í skuggan á hérna Bugs Life, já. Sem ég hef ekki séð, en mér fannst Ants nefnilega sem mjög góð. Já, maður svona gleymir í stundum að það á hún að flokkast sem Stallone mynd sko, eða Woody Allen mynd, eða bæði. Eiginlega allt sem Stallone tíma nálega eru Stallone myndir, en ekki þó á þessu tímabili, það er nú ekki alveg að kalla Bananas Stallone mynd. Nei. En það er þetta með Rocky, því að sko náttúrulega svo þetta er náttúrulega 70s mynd og myndirnar, bíómyndirnar í 70s það voru svona gritti og hráar sko. Þetta er bara næstu sko sænskur sósíalrealismi sko, þetta er Stallone mynd sko. Já. Hún er rá og hann með hann vinnur ekki einu sinni. Nei. Lokabardaðan í þeirri mynd. Þarna fáum við bara sjá sko eiginlega 70s verða að 80s bara fyrir augunum á okkur sko. Ég heit það 2 tíma og og sem bendur að benda á að það líka til þess að fattar Rocky það maður líka hafa þetta í huga hvað undanfarin 5 eða 10 ára undan þá enda allar myndir illa fyrir hetjuna Godfather náttúrulega þekktust Chinatown þá kemst ég gettis að því að bara það er allt spilt og það getur ekkert gert í því og þetta er allt svona niðurstaðan sko. Og reyndar það allt sem að frábæra myndir en Stallone vill hafa hamingjusama endan og það var eitthvað sem fólk bara var ekkert vant þarna, að því maður segja alla myndir eftir Rocky eru á einhvern hátt Rocky sko. Jú. En þetta kemur alveg bara eins og kjaftsök inn í það að þarna bara, þú veist, heldur með einhverjum og hann bara sigrar og það bara, þú getur alltaf trúa því að þetta hafi farið og eins og segja, samt vinnur hann ekki einu sinni, en bara það að hann stendur í lappirnar sko, það er einhvern veginn þegar það gerir þetta bara að einhverjum svona stórkostlegasta Hollywood enda allra tíma. Já, stórmerkileg mynd og svo náttúrulega kemur að sjálfsögðu Rocky 2, Stallone er náttúrulega svona kóngum rómversku talnana í bíó, sko. Já, og það er kannski svolítið sko Rocky náttúrulega er myndin sem auðvitað slæri gegn, hann er búin að vera í svona aukalit, hann kemur ekki alveg upp, hann er búin að vinna sig upp, hann var í Flatbush, hann leik í Capone með Ben Gazzara sem Capone, leik í Death Race 2000 í framtíðarunni 2000, en hann er svona farin að fikra sem upp, en síðan þegar að en hann fær samt ekki þau hlutir sem hann vill, fær ekki aðhlutir, en hann skrifar þetta handrit og hann er samt það vill þetta, hann getur sýnt þetta og mann bara gleypa við þessu handrit alveg strax og hann heitir hann á $106 í banka og hann þarf að selja hundin sinn því að hvað er hann Botsko eða Buttock eða eitthvað og að því að hann hefur ekki efni á að fóður hann til kærastan hans ólétt og þetta bara og hann búið sko fyrir $25,000 sem er stórfé að þenn tíma fyrir handritið en með því kemna hann leik ekki inn í sjálfur og hann segir bara þannig nei og síðan fyrir svo tala hækku upp ykkur sko $350,000 sem í dag eru sko rúmlega $2 milljónir sem er mörg 100 milljónir krónur og hann segir alltaf nei sko bara og heldur fastur í það hann ætla að leika í myndinni þannig að maður hlýtur að spyrja sig hvernig heiminum væri ef að Stallone hefði þið selt handritið frá sér eins og hefði verið skynsamlegt að gera og þau fengið kannski Rocky með ég Robert Redford og nefndur til leiks James Caan og kannski líklegur kannski hefði svo mynd bara floppað mögulega já, kannski vantað Stallone fattur kannski hefði hún slegið í gegn og Stallone væri bara þekktur sem handritshöfundur Rocky og hefði kannski ekki nógu að gera fram þetta því en hefði aldrei orðið leikari sko
Þetta er mjög skemmtilega svona hvað spurning. Já, ég meina að Walter Mondale hefði orðið forseti og Sovétríkin hefði unnið kalda stríðið. Já, sko ég sá Rocky 3 fyrst. Já, ok. Sá hann í Tónabíó og það náttúrulega alveg búið að skipta takt. Það, þú veist, ég horfði á hann fyrir nokkrum ára, þetta því líka sko 80s veistlan, sko. Þetta alveg, það sko komið allt glamúrið og glitsið og hann byrjar á svona einhverju góðgerðarslag við Hulk Hogan, sko. Þetta náttúrulega botlaus fíflagangur, sko. Jú. Og svo að ég ólst upp náttúrulega eins og þú í Íslandi haftana, þá þurfti að hafa bara helviti mikið fyrir því að komast í Rocky og Rocky 2 á spólu, sko, áfæðis. Já. Svo náttúrulega endaði með að Tónabíó tók sér til og sýndi þær líka, þannig að maður sá þetta í bíó, sko. Já, ok. Já. En ég veit ekki, sko, hvað 11 ára þegar ég sá hérna Rocky 3, ég veit ekki hvort að Rocky hefði endan ná mér, sko, á þeim aldri, sko, að hún er náttúrulega, hún fullorðismynd, sko, hún einhvern veginn alvöru, sko. Já, og það kannski líka fór að breytast kannski hugmyndir hvað voru fullorðismyndir. Já. Því að í Rocky, hún Óskarsverðlaunamyndir, mörgum fannst hún bara vera á svona popcorn, sko, og fór svona hálfgerð lágmenning. Já. Og þetta náttúrulega einum bara myndin sem kannski ásamt Jaws og Star Wars breytir sko Hollywood frá því að vera svo þessi harði sósíalrealismi, fjalla spillingu og allt sem yfir að gefa okkur hetjusögur aftur sem að við kannski þurftum á að halda þarna en síðan var kannski yfirdrifið með tíð og tíma. Jú. Þannig að örugglega sem þú veist, frá svona samtímast þá sko Rocky, og sérstaklega Rocky 2 bara 2 tíma sko vandamálamynd með slagsmáli í lokin, en einmitt þess vegna verður bóksatrið svo magna allt því að það búið að byggja svo mikið upp í það. Já. En Rocky 2 hún myndin sem bjargar fellist Stallone, það merkilegt að eftir Rocky þá gerir hann Paradise Alley sem var annað hugðaverk hjá honum. En sem gengur alltaf. Síðan gerir hann myndina fyrst sem hljómar svolítið eins og klámynd. Jú. Af því hann var alltaf búið sko fyrsta myndin sem að Stallone fær að leika persónu með nafni Party at Kitty and Studs. Já, sem svona soft porn. Já, og sem alltaf var óhugakvæmulega endurútgefin setna sem The Italian Stallion. Akkurat, jú. Og maður man eftir, náttúrulega stóru mynd á honum, maður man eftir á vídeólum. Ég reyndar, ég gerði svolítið svo frægur að hafa leikt hann. Nei, ekki heldur, sko. En maður var mjög svona forvitin og áhugasamur þetta, sko. Já, það fyrst hljómaröldur sem er komin kannski aftur í þetta, en nei, þetta er mynd sem enginn hefur séð. Paradise Alley, hún svona smá lifir aðeins, en þetta vist bara mjög fín mynd. Ég hef séð hana, sko. Þú hefur séð hana? Já, fyrst, þetta bara, hann basically að leika Jimmy Hoffa, þetta bara verkalýs baráttuminn, sko. Já. Og hvernig verkalýsleiðtoginn spillist, hann fer fyrir Trukka Union sem með skafstöðuna fyrst, sko. Já. Og svo kemur slæði What are we fist? Þetta alveg bara fínasta mynd. Já. Þessi Norman Jewison, hann hefur gert fullt af svona alvöru mynd, sko. Jú. En hún náði ekki hún náði einhver máli, sko. Nei, og síðan sér hann bara eina leiðin til þess að komast aftur. Blaðið Rocky 2, með svona svolítið galli í Rocky 2 að hann byrjun myndar þá náttúrulega jafnar heimsmeistarann og verður náttúrulega þjóðþekktur maður og síðan er hann bara strax aftur komin í gettói í Philadelphia og það bara endur taka einhvern fyrir myndina og þetta ekki beint raunsætt að og hún gerir það 10 mánuðum, það getur strax mist allt en hún hefur það síðast til málspót að þetta var það sem að Stallone sjálfur var svolítið að horfa fram á, hann búin að segra heiminn með Rocky og síðan bara ekkert viss hvort að fá einhvern feril í framhaldinu og já, það sko Tarantino finnst þetta besta Rocky myndin en hann hefur nú ekki alltaf rétt fyrir sér Nei fyrir mína part að þá hún bara ofmikil eiginlega endurgerð á Rocky 1 hún hann aftur komin í jakkan og hann og Adrian að reyna að fá hann til að boksa ekki og vandamáli að takast á hana hann orðið fyrir alvarlegum heilaskaða hann blindur á öðru auga hann berist að læra að lesa sko, því þetta ennþá 70s þá veist manni sko
þeir hafa getið gert mynd sem heitir bara Rocky lærir að lesa og en það var samt ekki vinnu því að þetta 70s og það alltaf eitthvað vonlega sko en en hann þannig að fyrir mínu part hann aðeins blendi og síðan atriða sem hann hlaupa með tröppunar aftur tröppunar í Philadelphia sem er svona mekka Stallone aðdáenda ég fór þangað þú varst þar, í maí, þetta er því að sko, ef maður hefur lent í einhverju eins og þú veist, segjum fótbolta í Kenya og eiga ekki krónu og eitthvað þá ég bara það að horfa á Rocky það er svona lífgaman við sko ég hefði viljað klungrast þarna upp með sko hækina og spelkunum og allt sko og síðan rífa spelkunar af mér og henda þeim niður tröppunar og lyfta henni með loft en það var nú ekki alveg svo gott en ég var nú samt svona hálfhaltur og fór upp tröppunar á brattan Henry Birgir þegar hann var hérna í þetta 100 þá talaði hann það í löngu máli þegar hann komst upp þessar tröppur í Philadelphia þetta er það nú ekki svo rosalega bratta sko en ég alltaf hljóp ekki Nei, alveg bara koma þarna bara en þetta er náttúrulega hefði góð pæling hjá þér þetta er svona persónulegur innblástur þegar maður er búin að lenda í skakkaföllum finna sinn innri Rocky Rocky gerir þetta bara alltaf fyrir mann sko Já nærmanni síðan þessi og þetta er eins og með sumar íslenskar myndir að þú veist mennlabinn í Smáralandi komið úr kringlunni eða eitthvað þannig sko þetta er vist vegunum sem hann hleypur eða safnið svona svolítið náttúrulega fyrir utan borgina sko þú veist þannig að hann hleypur bara þarna byggt úr hverfinu upp á safninu þetta er miklu lengri vegalengd en í Rocky 2 þá fengi allir að láta hann sko hlaupa með hópa úlingum en úlingarnir hlaupa alltaf hraðar heldur en Stallone og þá fengur yngri úlingar þeir hlaupa líka alltaf hraðar þannig að endar hann með barnaskarn þetta sér að fara upp tröppuna þetta er hérna þetta er samt hérna er það samt hefst þarna þá blóma tíminn svona er hann með pálmann í höndunum hann Rocky Balboa í Rocky 3 sko það er kannski svona algjörlega Peak Stallone árið 82 það var reyndar nokkur ennum sem kom til greina þetta er alltaf núna maður tverur sterkur eins og að því að Midland gerir ég hef ekki séð Night Talks ég sé hann líka ég er nefnilega, ég ætta sko þarna í svona snem 80-sinu þá held ég að sé bara óhætt að segja að kynjulegst að Stallone hafi verið upp á sleikarinn mín sko þannig að ég lagði mig svolítið eftir í að finna þessa myndir þetta fyrir þessu á vídeolegurum en Night Talks er alveg ágætt sko Rutger Hauer er nú mondikallinn það sko evróskur hryðjuverkamaður sem er komið til New York minni mig að gera eitthvað nóskund og þá er Stallone er lögga og Billy D. Williams leikur partnerinn Lando Calrissian úr Star Wars sko. já, akkurat, einmitt og ég var nú bara að leika mér að hlusta á ævisögu hans daginn Billy D. Williams og það lýsir mikið sko hversu fáránlega erfitt að vera svartur maður í Hollywood á þessum árum og reyna að komast áfram sko. Það var líka eini svartur maðurinn í Star Wars eini svartur maðurinn bara in the galaxy og fekk vist á sig sko bara eitthvað diss fyrir að sko taka þátt í því að friða réttlætisrittara þess tíma með því að vera eini svarti maðurinn í Star Wars sko, einhverjum fannst hann átt að afþakka þetta sko. Já, það var einmitt líka þegar síðan líka það sem hann hinum með frá sko, am I black enough for you það að þú er að svíkja málstæðin mitt með að gera þetta sko. Já, gangin í kjörið. Og svo samt sko lýsandi því að í Night Talks þá hafi Stallone verið orðinn ansi sko frekur til fjörsins og ráðríkur stjórnastíðis og þeim lentu svolítið saman honum og Rutger Hauer sko, Stallone og hann átti ekki skap saman en á var Billy D. Williams svona kvarta eitthvað í slæ sko, hann vildi nú kannski fá aðeins að svona flexa leikara vöðvan og fekk einhvern veginn aðeins meiri dýpt og tíma á tjaldinu í krafti Stallone bara Stallone fannst það alveg sjálfsagt að gefa manninu breyk sko, þannig að hann talar mjög hlýlega slæði sko. Já, það er en þetta er aftur, þetta er svona einhvern mynd sem að fór ekki hátt á sínum tíma sko. Nei, það sljóma samt eins og Rutger Hauer Rutger hér komin inn í Vestur Stallone hljóma sem leggja línunar fyrir áratíðin sko. Algjörlega Já, Billy D. Williams hann að því að mann alltaf var algjör Star Wars case á þessu tíma hann var þessu sem að
hvarf síðan bara sem að hann lík borgarstjórinn í Batman en milli þess þá bara sá maður hann eiginlega Já, þá voru bara þetta bara frá eiginlega bara 83 í Return of the Jedi og svo bara eru konur í 90 bara Tim Burtons Batman, þar sem hann er borgarstjórinn, Já, sem að og Carl Weathers, hann líka hann hverju nú ekki jafn algjörlega en hann á sig samt kannski ekki jafn svona stóran feril eins og maður kannski hefði ekki það búist við en hann samt, kannski líka setjandi hann alltaf missur höndina í Predator hann í Action Jackson sem á að vera svona gerðan að stefna serían og þykir mjög góð í sínum geira en hún var alveg fín en síðan í setjandi þannig að tók upp í Arrested Development þáttunum og Mandalorian Mandalorian, það Star Wars kemur svolítið og svona poppar upp í þessum pælingum en hann náttúrulega var sem Apollo Creed höfðu anstæðingur Rocky og sem verður svona náttúrulega bara besti vinnur hans og þjálfari í 3 þegar Clubber Lang, Mr. T hann drepur Mickey sem var helvítið skemmtilegu karakter sem þjálfaði hann fyrstu 2 myndunum Eat Thunder and Crap Lightning við erum alveg kominir að aftur Rocky en það einmitt svolítið á milli Rocky 3 sem sagt síðan Escape to Victory sem margir á móti en ég man eftir þessum tíma og þetta er svo merkilegt leikaraval það er rosalegt leikaralið Michael Caine og Sylvester Stallone og Pele og þetta er fótboltalið sem er að takast á við nasista þetta er ekki bandarískir þá stríðsfangar í fangabúm nasista sem eru að dunda sig að spila fótbolta og menn eru að plana flóta en Michael Caine er leikir Breta bandamenn var Bretar og bandaríkjamann og síðan þetta frægatrið þeir eru komnir þeir eru að grafa göngin út og segja nei, í hálfleik við gætum unnið og þá fara þeir aftur og vilja klára leikinn en þetta allan í minningunni er hún bara alveg frábær fyrir það sem hún er ég man eftir að allavega ég eitt í svona strákunum í Kópavóinum fannst þetta geggi mynd og var svona fór oft í gegnum vaffaðistækin hjá mörgum hvað erum við við erum staldið að við erum ekki 3 því það er þarna sem að við sjáum svona 80s Stallone sprettur fram með allir sinni dýrt og Rocky nefnilega ólíkt þessu serjum þá verður hver mynd vinsæðlega heldur en svo undan og af því að meira segja fyrir utan þessu Rocky í 1 og 2 þá höfum við ekki enda fengið svona stóra Stallone mynd sem er ekki sem algjörlega slæri í gegn við erum og ef að Rocky 1 og 2 eru svona sósíalrealistar en alltaf í grá og æfingagallanum og þá er hann núna hann bara orðin hímen hann er svo actionfígur þá var hann komin í með svona 80s vöðvatrölla vaxtalæði alveg massaður í hel hún kannski alltaf lítið betur út og þarna líka er sögunni haldið áfram því að með Rocky 2 ending þá er þarna hann alltaf takast á við frægð og vinseldir og þetta er alltaf dallaslegt jakkafötin og stóra hárið og bílarnir og svona var að vera ríkur 82 og sitja svo líka uppi með mágin Póli bróðir Adrian sem náttúrulega klassískur ítalskur slúbbi kostar hann bara peninga í rauninni einmitt og Póli myndi nú vera skurkurinn í öllum öðrum myndum það kemur hann fram að hann er nú svolítið rasisti og hann fram hann alltaf að mæla með því að Rocky slái nú bara Adrian við hún með einhvern derring og svona en staðina því að þetta er 80s þá er hann bara meira svona pirrandi mári akkurat og nefndur Hulk Hogan þetta er allt svona svolítið teiknumynda persónulegra þetta er náttúrulega myndum að geta sagt Trumpistar takast á þeir eru það báðið 2 og síðan og síðan kemur Mr. T sem var þá nefnilega óþekktur því ég náttúrulega í Bretlandi, ég man náttúrulega eftir A-Team og Mr. T var bara alltaf fígura sem var þarna í umhverfinu en Stallone vildi bara uppgötaði hann með einhvern haldur raunveruleika þetta, hann var bara dyraverður og alltaf með skringilega skeggrakstur sem hann alltaf var og hanakampurinn sem alltaf einkenni hans alltaf hann leit nákvæmlega eins út í A-Team og hann gerði í Rocky 3
I pity the fool og hann var agalegur vondikall sko, alveg sko það var mjög auðvelt að hata Clubber Lang Já, þeir náttúrulega gera í því sko, en það sem náttúrulega nánar að gá það, náttúrulega eru sko maður á að halda með Rocky að því hann náttúrulega algjör underdog, hann komin að fóta ykkur Philadelphia og að slást við Apollo sem sennilega á sér svipað sögu, þó maður aldrei að heyra hana en þarna náttúrulega Clubber Lang náttúrulega á fóta ykkur sjálfur sko, hann að takast á við ríka hvítakallinn, þannig að það mætti alveg gera mynda sem þessu eru snúið við og sem við algjör Rocky saga en þannig að hann og Apollo vinnir þetta náttúrulega sko þetta það sem að hefði setna kallir rosalega svona homoerotík þannig að við fáum svona skot á klófum þeirra síðan hoppaði saman ströndina og eitthvað vatna og eitthvað annan og alltaf svona mitt í spólum til að sína magavöðuna og eitthvað en þetta sennilega síðast í sögunni sem að fólk fyrir ekki að hugsa sko vá hvað þetta gay því að það tíma þar að George Michael í stuttum bleikum og það enginn að hugsa að hann gæti verið samtímið en það bara ekki komið alveg út í svona etrinu sko Nei, það mjög áhugað líka strákarnir voru náttúrulega bara stífmálaðir og allt það en samt að náttúrulega greinilega blúsandi homofóbía því að náttúrulega þeir engdust í skápnum náttúrulega Freddie Mercury og George Michael og allt það en samt var þetta einhvern veginn allt eitthvað svo chill eða ég veit ekki líbó sko Já, ég held bara sko, þetta var enda það mikið inn í skápnum að kvartlaði þetta mikið að Nei, þetta var ekkert inn í myndinni Já, og á sama tíma sem hann alltaf þetta að síðan að springa út og með tíma það ekki til dækum málun svona við hefum breyst á þessum nefnilega alveg ótrúlega mikil breyting Já, þannig að einhver leiti þá finnst, þá svona Rocky 3 svona einhver leiti hreinræktasta Rocky myndin Já það sem að og ég myndi reynilega að skrifa fram á þau Rocky 2 bara svo mikil endurgerð en ég veit ekki alveg með Hulk Hogan sko það vinnur svolítið með Stallone hann ekki dvoðalega háaxinn hann bara 1.70 og nú veit ég alveg hvað, svona 5.8 þeim eitthvað 1.72 Já álíka hár og ég en samt þótti að svona hálfgeir tittur og þótti þetta vandrarlega þótt sko Já, maður sé þarna hann fyrir stórum háum hælum og en hann stálmús og það vinnur svolítið með hann því að því sem hann slafst við er alltaf svo miklu stærri rísar En að því hann búinn að takast á Hulk Hogan þá fyrst maður kannski minni svona drama í því hann takast á Mr. T sem alltaf líka miklu stærri en þetta svolítið hvernig læturu byggir upp spennu í mynd sem þú veist hvernig endar og þannig að alltaf tapar Rocky fyrir Mr. T bara strax í annari lotu og þetta náttúrulega leiðilega að gera það sem að því náttúrulega það var endur spila eitt en þannig að tapar hann og þarf síðan að vinna sig upp aftur og það það tekst nú bara nokkuð vel að byggja upp spennu þarna og hann og þarna myndin líka svo að takast á við þá stöðu sem Stallone sjálfur komin í þannig hann ríkur og frægur og Eye of the Tiger, þetta hungri sem dríður menn áfram og þetta farið svolítið mikið í þetta að þegar hann hefur enga að tapa þá gerði hann bara sem gerði höftið núna hefur hann svo miklu að tapa hann spatt sem þetta lítið fyrir þú veist og hann áfullt að hlutum hann á konu og það allt annað að vera að verja það meðan sko Clubber Lang náttúrulega hungraður maður það alltaf enga að tapa og alltaf að sigra sko og það sem Stallone bara segir sjálfur sko í bara í svo frægu still í endan á Rocky 1 þegar hann búinn að hálfvinna að segja sko að klipp á myndin þarna og hafa bara skotið honum þar sem við sjáum með þessi maður mun aldrei betra augnablik heldur en þetta og hvað gerir það þetta svolítið eins og ég veit ekki hversu vel lesin Rocky í Schopenhauer en kannski Stallone en það segir að Schopenhauer þýskur heimspekingur á 19. sagði að meira sér augnabliki haminginnar þá gerir þið grein fyrir að það augnablik mun taka enda sem eitt og sér nóg til þess að eyðileggja augnabliki algjörlega og þetta líka náttúrulega
fyrir aksjónhetjun og boksaran þú getur náttúrulega aldrei viðhaldið það má segja, fyrir Stallone var kannski aldrei betri heldur en Rocky 1 og fyrir person þá var áttan aldrei betri augnablik þegar endur tekið í Rocky 2 núna erum við komin sagan heldur áfram, nú þarf hann að verja bara það sem hann hefur og síðan eftir lokin þá segir Apollo Creed við hann er það ekki synd að við þurfum að verða gamli þegar strax þarna 33-34 alveg toppformi strax þarna samt svona að fara að huga að þetta er endanlegt þetta er takmörku auðlind og samt ferillan sem aksjón heitir bara rétt að byrja en það er ljóst að ekkert endist að ylifu Og hvað, ég voru þá að taka hina myndina frá 1982? Já, því þarna nefnilega gerist það, hann eignast svona annan fyrir, hann ekki bara Rocky, ég held að hann verður önnur ódöðleg kvikmyndapersóna, sem var reyndar ekki alveg ljóst frá upp á. Nei, alls ekki. Rambo. Já. John J. Rambo. Já, og First Blood, hún nefnilega ennþá svona social realísku, sem ég segja. Já, hún rá, þetta er eina uppáhaldsbíómyndunum mín, bara og First Blood og Raiders of the Lost Ark þetta eru myndir sem ég get hort á svona 5 ára fresti og það er alltaf jafn gaman einhvern veginn ótrúlega þétt og góð hasarmynd og svo gaman alltaf þegar maður er að uppfræða yngra fólk Rambo drepur ekki nema einn mann í þeirri mynd Einmitt sem þið gera merkilegt að frægastu bardagasögu Íslandssögunar þá drepur Gunnar á Hlíðarenda ekki nema 2 en þessari einhverju frægastu hasamyndatíma þá nefnilega í bókinni þá hann svolítið blóðþistari og þá skiptuðust á sjónarhól hans og lögreglunar leikinn að Breiðandani og þeir eru báðir svona álíka ég hef nú veldi lesið þessa bók örugglega 2 og Rambo basically psychopath í bókinni hann er náttúrulega mjög bara tæpur andlega og bara og ég held að það var verið pælingin hjá hann David Morrell sem skrifaði þetta að hann kemur skemmtur á sálinni úr Vietnam og það þarf ekki mikið til þess að tryggara morðingjan í honum og hann náttúrulega drefst náttúrulega í bókalók Trautmann sjálfur fóringinn hans, liðþjálfurinn eða hvað hann var, Colonel Trautmann hann bara skýtur hann í hausinn með haglabyssu en aflífa bröðan hund en þeir slepptu þeim endi nú og ég held að við minnum svo í framhaldinu hvort það kom ekki það kom í bækur Rambo 2 og Rambo 3 og þá hafi David Morrell sett í eitthvað formúla að hann hafi nú látið hann deyja í fyrstu bókinni en kvikmyndina ráða og þar lifir hann áfram veginn en hann ekki réttkonað þetta einhvern veginn með því að láta okkur sjá Rambo lifa þetta bara svona, nánast Bobby stígur úr sturtin í Dallas algjörlega Nei, það þessi mynd hún var í regnbónum ég mann það alltaf líka, hún var 82 það í greipum dauðans stránglega börnum og hvað ég verðna 11-12 ára og pappi hann var mjög góður bíó uppalandi en hann sá hana fyrst og ákvað ég fylgdi þetta og fór með mig en ég sá hana ég fylgdi með fullorðnum í bíó og það var eini sensinn það var enginn af vinnum mínum sem fekk að fara í bíó og sjá First Blood og alveg, geggjumynd og það er líka einmitt og svo bara algjörlega einhvern veginn gefið í og skiptum gýr í hvað hét hún First Blood 2 part 2 og þar náttúrulega setur hann þá með í body count það drefur hann eitthvað 250 Vietnama og Rússa Rambo 2 drefur 75 Vietnama síðan kemur Commando því þá Arnold mættur þá drefur hann 81 og síðan í Rambo 3 þá áður slæja að passa upp á þetta síðan og örgulega honum í hag það mitt verið ekki slegið í bráðan það var hann komið 115 sem nú hægsta bodyguard í nokkri mynd en þetta er merkild að First Blood, hann drepur einn mann óvart og samt eins og segir, samt tótti hún óbeldisfull á þeim tíma en nokkrum mannum setna myndi hún mitt ekki þykja það og í dag myndi hún alltaf það fær enginn eitthvað gapa og hrista hausinni yfir First Blood Nei
þetta er svona survivalist hann svolítið með þetta líka að taka afstöðu með svona Víetnam hérna já sem að hérna, komi náttúrulega upp til hópa náttúrulega stór skemmtir og traumatíserar áður en að búið að finna upp sko trauma og hérna áfallastreitu og hérna áfalla hjálp sko. Já og náttúrulega ólíkt fyrir stríðin voru ekki náttúrulega vel séðir sko. Þessum voru setni heimstyrildin voru náttúrulega hetjur. Já, það var hann náttúrulega Rambo Sly heldur náttúrulega stórkostlega monológræði í endan á First Blood sem náttúrulega framsögnin hjá hann er nú ekki alltaf góð sko, þá skilur maður nú alltaf helmikið en þá hann að tala að helvítis hipparnir hafi bara hrækt á hann og félagana þeir eru komið heim sko og kalla á baby killers og allt þetta sem var náttúrulega þeir lendi í þessu margir Já, þetta er mjög ákveðin sögurskoðun sem hann setur fram hann wouldn't let us win og þetta er svolítið Dolphstors-kenningin hérna sem að Hitler setti fram sko að þjóðar hafa verið ekki tapað fyrir heimstyrjöld það voru gyðingar og kommunistar heima fyrir sem lifðu ekki að sigra sko. Þetta er alveg alltaf verið að skemma eitthvað fyrir Já, það eru auðvitað ekki sko hermenn sem að töpu stríðinu heldur það voru einhverjir heima fyrir og þetta er náttúrulega þannig er náttúrulega Reagan fórseti og Rocky 3 náttúrulega gerist það auðvitað Reagan árunum en þannig eru komin út úr svona sjálfskoðuna tímabili Bandaríkjana á sjöunni eftir Vietnam og meiri yfir í reganisma sem er bara hann sagði nú mikið meira greiti enn einhvern tímann sem er Morning in America og bara Bandaríkjana er besta land í heim og við skulum ekki vera að þykjast eitthvað annað og Stallone alltaf einhver leiti líka tákmynd þess fyrirbæris Rocky þá Unnarinn First Blood, þá hann svona byrjar að takast á við Vietnam sem hann heldur betur eftir að halda áfram það er náttúrulega einmitt það sem er svo geggjað við Rambo 2, þetta er náttúrulega First Blood 2, þetta er náttúrulega alltaf þá eru líka komin í þetta lögmál sko framhaldsmyndina það þarf alltaf að hækka alltaf aðeins upp og gera alltaf einhvern veginn íktara en það er náttúrulega bara fer hann bara og klárar við Vietnamstríðið einn bara, Rambo bara fer tilbaka og bara sigrar þetta stríð sem hann mátt ekki vinna Svona hefði gert alltaf byrja með sko og kannski má segja að þessi Bogi og Örvar með sprengjum á sig sígna takkmynd fyrir kjarningsprengjur eða eitthvað, ég veit ekki Jú En það sem finnst að áður en að gera það því að sko, það er alltaf þetta sama á milli þess sem að gerir Rocky og síðan Rambo og núna, það gerir hann alltaf eitthvað annað, það gengur ekki að vel hann tekur tvær stórundalar ákvarðanir hann fyrir að leikstýra Staying Alive sem er framhald af Saturday Night Fever alveg galin pæling sko og sem er enda merkild því að sko John G. Avildsen sem að leikstýrði Rocky 1 og hann gæti ekki leikstýrði Rocky 2 vegna þess að hann alltaf leikstýrði Saturday Night Live síðan hann rekin, þannig að hans féll svolítið á hliðina meðan Stallone sjálfur tekur að sér að leikstýra Rocky 2 og framhaldinu fyrir að leikstýra bara svona bara svona eins og ekkert sé sjálfsagðara meira sjálfum sér sem eru Stallone myndir í orðsins fylstu, þannig en þessi myndarnar fór ekki mjög hátt Staying Alive sko, hvaða ártal er á henni 83 sko, ég fór á hana í Háskólabíó og ég og vinirnir alveg bara uppumpaðir af sko Stallone dýrkun og þetta er náttúrulega bara einn leiðilegsta mynd sem ég séð sko, bara, hvað kom fyrir hvað var hann að bjóða okkur upp á þannig að hún fór ekki átt sko og líka merkild að hann skulle komist hann þetta er fyrsta myndi sem hann leikstýrir leikur ekki í sjálfur, og hann vildi kannski hann reynir bara stundum að vikka sig út og bæta við sig, það fer ekkert alltaf mjög vel hjá hann og við myndina árið eftir Rhinestone, þar leikur hann á móti Dolly Parton leikur leigubílstjóra sem ákveður að gera söngari til að vinna veðmál eitthvað þannig ekki hefðbundið Stallone hlutur og þetta, ég hef ekki séð þessum mynd bara í undirmeðvindinni þá hefur mér tekist að sniðganga hana alltaf sko en þá brendur eftir Staying Alive Stallone verður merkið ekki en síðan fá nú Stalloneistar eitthvað heldur betur fyrir sinn snúð þegar 85 rennur í garð það var annað svona tvennu ár og það er sko Stallone alltaf verður aldrei og varð aldrei stærri í dægumenningunni heldur þetta það sem hann bara dóminerar allt algjörlega og það er Rambo sem ég vilja meina sko
First Blood er svolítið svo Rocky 1 og síðan er bara stekkur Rambo beint yfir í Rocky 4 Já, Rocky 4 endar hún kom rétt á undan já en að já, það smöldi En svo er Rocky 4, já, og svo Rambo hún hét bara Rambo 3 var ekki Ég held að það hafa verið hættir með First Blood sko. Já, kemur seinna, En þarna er hann líka sko farin að banda sér náttúrulega bara í heimspólitíkina og er náttúrulega svolítið að berja á svona liði sem að þú hefur mikið stúderað austan tjalds dæmi sko þarna í sko Rambo, þá fer hann til Afganistan og berst með Talibanum mjög vasklega gegn Rússum og svo náttúrulega eru bara að takast stórveldin á í Rocky 4 þar sem að Rússar tefla fram tröllinu Ivan Drago í líki Dolph Lundgren og hádramatískur stórveldarslagur sko í hringnum enda svo að hann er alblóður og sjúskar og vefur sig í bandaríska fánan sko. Ótrúlega hápunkturinn sko. Þannig er hann bæði að fanga samtíman og mótan því þannig bara klárar Rocky kaldastrið að því að þegar hann er búin að berja þeirra bestamann þá standur bara politbúruð allt úr sætum sínum og bara klappar fyrir honum fyrir bandaríkjamannum og þá segir hann people can change, we can change sko. Hann er ekki að núa með nasir heldur bara núna er allir að koma saman merkilt fyrir það að þannig Gorbachev er nýbúin að taka við völdum og það veit ekki hvað hann hefur en Stallone sér þannig strax að þetta er einhvern veginn öðruvísi leiðtogi heldur en svo við og það er bara að koma saman og taka höndu saman og kaldastriðinu bara er að loka Já, bara árið setna bara mæta þeir í höfða í Reykjavík og Reykjavík og Gorbachev og fara að ræða málin Já, það var eftirleikur náttúrulega auðvöldur þegar Rocky er búin að gefa grænt ljós og undirbúið svona jarðveginn en þá ennþá eftir samt að vinna eins og sagði Vietnamstríð því það er náttúrulega sluðu þannig að hann þarf að fara aftur til Vietnam í gerfi Rambo og bara klára þetta og þetta er sko það er líka merkilt bara öll áttan sem frá svona Apocalypse Now sem er 79 og til 90 það er endalist af Vietnamindum Já og það er engar aðrar stríðsmyndir og maður svona elst upp og með einhvern veginn að tekja munin á M16 og M60 sko og með Clearance Clearwater Revival-leikninu Vietnam er alltaf svona ljóslefandi fyrir öll þessi voru ungir á þessum tíma sko á flestar sem myndi voru náttúrulega dramatískar engin að falla þessum harmleik Vietnama sjálfra en fjallaði samt þessum harmleikins bandaríska herma Oliver Stone náttúrulega tók það mjög föstum tökum í Platoon Já, hafði náttúrulega sjálfur verið hermaður í stríðinu og hún var nóskan hún var kannski svona hápunktin og síðan 1990 þá klárar þetta alveg bara mjög snögglega og hvort sem það var að því að Persaflóastríði var þá orðið annað segursastríði eða þannig að voru bara en síðasta stóra Vietnamyndin var kannski svo War með Michael J. Fox og Sean Penn sem fjallar það þegar illvirki hermannana svona á almennum borgum þetta var kannski bara orðið ofsterkur kostur þetta var bara þarna var kannski líka að fara að sína svolítið bara Vietnama sem fórnarlömbin og svo var hann alltaf Kubrick laumaði sér inn á milli með Full Metal Jacket sem var helviti sterk svo var þetta alveg hamburger Hillmanni eftir og svona það var greinilega það þurfti rosalega mikinn tíma og marga kílómetra að filma vinna úr þessu stríði í bíómyndum og það byrjar ekki fyrir eftir ég loki eina Vietnamið sem að gera svona tíma er Green Beret með John Wayne vill fara að styðja strákan og færi hjálp persins til þess að gera mynd sem er reyndi að gekka ágætlega en er svona svolítið annar andi yfir heldur en yfir Vietnammyndum áttunar en Rocky fyrir Rambo, hann fer þarna og klárar Vietnamstríðið og er þarna og hann kannski sko en meðan læðist önnur hætta upp að hann sem að er Arnold Schwarzenegger og þó að sko Arnold hafi kannski ekki átt mikið erindi þetta árið men sko vinsasta myndin 85 er Back to the Future síðan hvort það sé Rambo og síðan 48 Hours og síðan Rocky 4 eða eitthvað þannig að helmingurinn af 4 vinsastu myndunum eru Stallone myndir
En Arni er farin að gera það, hann er búin að vera í Terminator, búin að vera í Conan, hann er farin að gera þarna Commando sem að sem að kemur mjög skömmu setna og er ekki nærði að vinsæl, en þarna verður svolítið þetta mikla einvíi til sem á bara eftir að móta það sem eftir er áratugarins. Það glemdu Vamm og Djúran, sko, það er Arni eða Sly sem er það var rosalega mikil hitt í þessu og líka greinlega svona, þetta var alveg á persónulegu leveli, þeir höfðu bara ímugust hvor og öðrum, sko. Já. Samt ég man alltaf eftir í einhvern tímann þá kom þarna upp einhver umræða af hverju verið þið ekki saman í mynd, sko. Og Arnóll alltaf sem ekki businessmaður að sjá til, sko, það er sama fólki sem að borga sér á myndunar okkar, þannig að af hverju ættu að fá 2 fyrir 1, sko. Þú veistu. Það er rétt, sko ólíkt kannski sko Beatlunum og Stones sem að það voru meira áhundu sjálfur sem skiptir fylkingar, þá voru við maður fóruðu þetta á báða. Já, sjálfsögðu. Það gerði allir, þannig en illinu voru meira persónulega, sko. Já, algjörlega, og eiginlega magna hvað hafa svona ná saman í seinni tíð og virðast nú vera bara nokkuð góðir félagar, sko. Já, eins og gerist að en þetta var nefnilega sko komið á það level að þegar að Arnold leikur í Red Sonju sem er svona Conan spin-off, þá er hann með Birgit Nielsen sem hann fyrst svona brálaður Danni eitthvað og og vill losa sig við hana, segir sagan og losa sig við hana á Sly sem að síðan giftist henni og treðurinn allavega hann var allavega í Cobra með honum Sly, sko, man ekki hvort nú og svo var hún allavega eiginkona Ívans Drago í Rocky 4 þannig að semst á meðan þau eru saman Sly og Gitta þá ítir hann henni, sko, fram í síðsljósið í myndunum sínum. Já, hún alltaf var búin að vera Red Sonja og síðan er hún eiginkona Slæðarnóður í Slæðmyndum og kannski ekki mikið meira en allavega hún var mjög áberandi á þessu tímabili. Já, það voru oft svolítið það var svona danskar fyrirsætur voru mjög heitar í 80-sinu. John Taylor í Duran, sko, var alveg apostla kátur þegar hann komst á date með René Simonsen sem var önnur svona dönsku blondínu módelin, sko. Og Helene Kristjansen og líka eins og Birgitta náttúrulega svo hávaxin, sko. Þannig að þá held ég hann að fengi sér ennþá þykkari hæla í spariskóna Stallone, sko, hann var bara náði bara fyrir mitt eða eitthvað, hann fannst þetta ekki gott, sko. Nei, ég finnst Gitta svolítið talin í svona þessu Grace Jones element, sko, konur þetta axlabúða og svona það sterkar konur bókstaflega eiginlega, sko. Já, hún var líka með Eddie Murphy í Beverly Hills Cop eitthvað, 2 sennilega, hún var mondgella þar, sko. Og gott að hún var ekki að orðu við hann líka, sko, en þetta er erfitt fyrir Sly, sko, því þetta eru svona gaurar sem hann er alltaf með í návið í einhvern veginn, Eddie Murphy og Arnold og ykkur fleiri, sko. Já, og það verður nefnilega mjög persónulegt, sko, Arnold sem að hann segir að hafi nú verið bara að tala við einhvern blaðamann og ekki sagt eitthvað, þetta var off the record en var hann að tala um það að Sly var hann ekki sjálfur mikið í sínum eina áhættuatriðum eins og hann sjálfur og var hann að tala niður og þetta birtist allt sem að Arni kannski við sögum þetta gerst kannski ekki og Sly svarar fyrir sér mjög harkalegan hátt eins og hlýtur að gera og takast á við mann með þýskan hreim, þannig að hlýtur að væna nazisma, sko, og gengur þetta, sko, þannig að þetta fer alveg fyrir neðan belti, sko, og síðan er svona kýta hvernig annan í myndunum, en það er, það maður segja náttúrulega að 85, þá er hápunkti Stallone ferilsins náð, hann er orðin bara óumdeilanlega stærsta kvikmyndastöðin í heimi, hvað gerist það og Cobra, hún er svona svolítið svona vístölu 80s löggumind, sko. Ég get ekki að gert að mér þykir hópaslega vænt Cobra, sko, en hún verður náttúrulega alltaf, sko, einhvern veginn hlægilegur eftir því sem að, sko, tíminn breytist og maður eldist. Þú veist, hann er hérna í einhverjum kúreka skóm með speglaglerum alltaf að naga eldspýtu
þú kemur heim hérna, býr einn og næst sér í frosna pizza og klippir hann með skærum og eitthvað voða töff allt saman, þetta náttúrulega svo átakanlega hallærislegt sko, en alveg sko fyrirmyndan mynd sko, það var líka mikið drepið í henni. Já, þannig svona, þú veist, frá First Blood þar sem hann forðast að drepa, hann visslega takast á við löggur og yfir í svona drepa sem flest og síðan over the top, það svona Rocky fyrir sjómann. Fyrir sjómann, já, það hún náði mér ekki, ég sá hana líka í Háskólabíó og þá svona, það var eitthvað, þar vantaði eitthvað húk sem maður var vanur sko, eins og Benny Bó var að tala í þætti 100 hjá okkur sko, að Sly veit alltaf hvað múurinn vill sko. Já. En ég man ekki hvort að Over the Top hafi, hún var kannski ekki floppað 1987 en hún var ekki svona, það var ekki sami svona tilfinningafílingurinn og í Rocky og Rambo. Nei, ég man nefnilega að því að þú veist, hún vilja líka svolítið samband þess eitthvað ungan dreng, man nefnilega svolítið sko að mömmur voru svolítið hrifnar af henni, eða kannski hrifnar því að við vorum að horfa á svona myndir, því að hún mæminn þáttur alltaf náttúrulega eftir kannski Rambo 2 og Cobra, þar sem hann búin að vera svo mikið að drepa, þá finnst svona aðeins þurfa að mýkja sig aftur sko með því samt að vera harðhaus en með því að hugsa ungan drengarna og vera bara í sjómann fyrir að slátra. Já, það getur ekki verið sko, ég veit ekki, náttúrulega hnefaleikar náttúrulega bannaðir hér og allt það, en maður einhvern veginn gúttir alltaf hnefaleikar sem svona eitthvað sport og allir náttúrulega þekktum og með Ali og eitthvað, en ég ætla mér að finna þetta óbúslega eitthvað skrítið að vera stórmóti í sjómanni, voða viðburður í þessari mynd sko, hann truckdriver eitthvað að fara að keppa í sjómann eitthvað, það var eitthvað undarlegt sko. Já, þetta var náttúrulega bara íþrótt sem menn stunduðu öllum börum á landinu þessum tíma. Ég myndi sér að þetta kosti. Jú, algjörlega, en einhvern veginn ekki að þetta er svona Laugardalshöllina og stórmót sko. En hann bætir þetta heldur betur upp í Rambo 3 og þannig að hann aftur komin í stríði sko, aftur farin drefmenn í hrönnum og eins og sko hann var svo neskur oft að fanga tíðan, hann fattar 1985 að það er hægt að bara semja frið í kaldastriðinu og það er svona þótti mörgum á þessum tíma sko, Rambo 3 er svona tóndögum og svona skjönn við tíman vegna þess að akkurat á þessum tíma eftir höfðafundin og þegar kaldastriðinu er að ljúka þá ákveður Rambo að fara og drepa 115 rússa í Afganistan. Og mörgum varst það svolítið svona undir. Já, svo náttúrulega þegar fyrir að þiðna þarna í samskiptum stórveldina þá náttúrulega þeir lendaði náttúrulega í tilvistarkreppu bara James Bond og náttúrulega í rauninni eftir Rambo að gera það líka, þetta er svona einhvern veginn vesturveldin voru svift alveg rosalega góðum óvinni og rússarnir voru agalega vondir alltaf náttúrulega. Já, og voru líka samt nógu sterkir til að geta verið ógn sko, alvöru anstæðingur. Já. Sem að Rambo mun kannski ekki mæta upp frá þessu en það er samt 20 ári næstu Rambo mynd og það er ekki, og það er mjög fyndið að sko bæði James Bond þarna í Living Daylights árið áður og Rambo faraðan af stað til Afganistan til að hjálpa Talibanum, ótrúlega fyndið in hindsight sko. Og það er meira síðan til lokin á sko Rambo 3 sem er ennþá Vaffa-skútunum, þá er myndið til einhverjum hetjulegu frelsisbaráttumönnum í Afganistan sem var síðan tekið í burtu við undirleik He Ain't Heavy, He's My Brother að spila í restina sko við kreditlistarum. Þetta voru góði tímar innan gæslappa, en líka þegar sko Rocky er að fara móti Ivan Drago í Rocky 4, þá voru sko rússarnir er svo tæknivættir, rosalega mikil tækni í þjálfun Ivan Drago, en þá fer okkar maður bara back to basics, bara eitthvað út í óbyður að hlaupa í snjó og lyfta trjábólum og svona fer alveg bara í frummannin, bara mjög svona rúral sko. Einmitt, og þetta gerist mér sér í Rússlandi og hann er þarna eitthvað í óbyggðum Sýberíu, rússum náttúrulega myndi aldrei detta í huga að fara eitthvað að lyfta trjábólum eða eitthvað, en þetta er náttúrulega svona innbyggt vandamál í bandarska spennumyndir og að hvernig, að því að þú vilt alltaf vera lítilmagnir sem er að sigra stórveldið, en Bandaríkin náttúrulega er alltaf stórveldir, þannig að hvernig einhvern veginn ætlar að gera þá að lítilmagnunum, og það er náttúrulega einmitt, svolítið í tjánleitan akkurat þegar Sovétríkin svolítið byrja að fara fallandi fæti og Bandaríkin tekna sem aldrei fyrr þá fara
svo veit menn ég að þjálfa með tækjum og tækni og Rocky fyrir út í skó en hérna sko hugmyndin var svolítið að Ivan Drago væri í vélmenni sem við vilja meina að fyrir Stallone hafi Ivan Drago sem Evrópuma með skrýnir hreim og risastór og aðslaltur hafi verið standinn fyrir bara Schwarzenegger og hann fengið tækifæri til þess að lemja Schwarzenegger góð pæling að því að og þá náttúrulega var stóra Schwarzenegger myndin Terminator sem svona alltaf vélvænt Já, og það kannski einhvern veginn það náttúrulega maður þannig ekki að skipa sér lið þetta eru báðir ágæti skaurar en Arnold náttúrulega hittin þarna á þessum tíma, kannski færri myndir en þetta allt svona verða strax instant klassík, svona Predator Terminator náttúrulega Terminator 2 náttúrulega James Cameron bara alltaf að brjóta blað í einhverjum visual flippi líka og svona, þetta eru svona það verða einhvern veginn hann neglir þetta inn í dægumenninguna alveg bara og það má segja sko sem er svo sorglegt að ég var náttúrulega fyrir Stallone frá Rocky 4 og Rambo 2 1985, þá Stallone algjörlega heimsmeistarinn til þess að sigra sko en eftir því sem líður á áratuginn þá Arnie eiginlega farin fram úr sko algjörlega hann á þarna alveg tekur þarna góðan spretta sem hann leiðandi það er Predator náttúrulega og síðan Total Recall meðan Stallone fyrir sko Lock-up bara enn önnur Stallone mynd það þegar við vorum að tala um Lock-up í þætti 100 þá var nú sá panel á því þetta væri náttúrulega bara besta fangelsismynd sem gerði hefur verið en hún var ég hafði mjög gaman að henni en hún ekkert að fara að vera neitt eða að lifa eitthvað áfram eða þú veist, þetta ekkert eitthvað sem að hún er náttúrulega gleymd í dagirunni sko. Já, og eiginlega undarlega mikið með við myndinni Tango and Cash, hún var þar sko Stallone svona fann að reyna að sína á sér alveg þessu viðkvæmari myndir sko, svona mýgri hlið og ég man hvað ég var ánægð með Tango and Cash aðalega þess að hann virtist vera með húmor fyrir sjálfum sér, maður hafði ekkert séð það mikið Nei. Hann náttúrulega svona eitthvað lögga með glerugu í arman í jakkafötum svona eitthvað alltaf í eitthvað verðbréfa byxi svona inn á milli sem hann að taka eitthvað að bóa fasta sko. Já, sérst með glerugu í fyrsta sinn síðan bara í Rocky 2 því Rocky var alltaf með glerugu hann sá ekki en hann hætti því náttúrulega því að Rocky 3 sko, hann bara, maður ekki takk sér hann með glerugu Nei, og svo hann bara byrjun Tango and Cash þá stoppar hann eitthvað olíu tankbíl fullan af kókain og með einhverjum látum á kemur eitthvað svona bara venjulega hvað út þessi þingi is Rambo og þá kemur slæð sko Rambo is a pussy og svo líka þeir náttúrulega það var náttúrulega Kurt Russell mótorum, Kurt Russell Cash og Sly Tango og náttúrulega ég held að síðan var alltaf hægt að finna sko meira sjarmerandi svona hasarmyndaleikar en Kurtar hann sko, hann náttúrulega óbáslega sjarmerandi og svo náttúrulega þeir í fangelsi og þá fyrir svona Kurt eitthvað að gera grína Cass að gera grína Tango sko, hvort hann sé nóg duglegur að pumpa sko og flexar bæseppin sko skotið það bara getur verið skota á Stallone sko en það náðir upp í Arnold þetta voru góðir svona brandara sem segja ok Sly alveg hann alveg cool sko, hann getur djókað með sjálfa sig sko. sem átti nú reyndar eftir að leiða út í ógöngur næstu árum vissulega við komumst ekki fram hjá því sem að fyrir að gerast bráðum en það Rocky 5 sem að allir eru samanlega að sé versta Rocky myndin og mér finnst hún samt ekki það slæm sko. Nei, hann ekki þar hann orðin gamall og ónýtur og hann fer hann sjálfa sem svona lóki skref fyrir Rocky þarna þetta lítur þá dundu vel út en hann hann er 40-30 virðulegur aldrei fyrir sko. Og hún eins og alla Rocky myndina þá byrjar hún bara þar sem að fyrir myndinni sleppir en akkurat þegar hann nýbúin að segja Ivan Drago hápunkti félagsins þá sjáu hann bara traumatiserur eftir sko, hann skelfur alveg og og þessar heila stemdir sem að voru mjög þjakan í Rocky 2 en eldust síðan af honum þær eru fannir að koma aftur sig,
Og ekki Adrian dáin Nei, hún af það Hún Adrian nefnilega, hún stökkbreytist svolítið milli Rocky 2 og 3 og verður, og það hún í Rocky 3 sem talar hann til að halda áfram og hún verður miklu svona harðari gæla, en aftur þarna hún svolítið svona þessi vælandi Adrian í Rocky 2 en maður svona eitt kaupir það sem alveg hann breytist vegna þess að, þú veist, veldingin alltaf breytir fólki og breytir bara útlitið þess og fara að klæða sig öðruvísi en það sem að það gert í Rocky 5 til þess að það sama í Rocky 2 hvernig kemur honum aftur á byrjunarreit það er alltaf það, hann þarf alltaf að enda í götterinu einhvern veginn og frekar að halda bara áfram með söguna og það er náttúrulega engan hátt samfærandi hann er nýbúin að hann er heimsmeistari í bóksi, nýbúin að sigra Sovétríkin og allt og síðan bara kortir í setna því að Póli hann alltaf vandræðan Póli skrifaði undir eitthvað plagg og þá bara ekki bara missaði allan peningin heldur þarf að selja slotið og vantarlega vélmennið heimilisvélmennið sem að svart síðast í Stjónin, AI húsjálpina og var ekki meira að Póli eitthvað fann að vera spenntur fyrir vélmenni, ég maður ekki Nei, maður ekki smáatriðum en þetta er náttúrulega alveg æveintrúlega ósamfærandi en ef þú meðtekur þetta þá finnst mér nefnilega myndin svona hafa ýmislegt til síns ég er ekki frá að það sé rétt til síns mál og aftur náttúrulega endurspeglar hann svolítið Stallone sem að þarna er fann að hafa ágjörð því að sjálfur fæti en þau er náttúrulega eignast barni í Rocky 2 en síðan fer ekkert fyrir því barni hann er bara alltaf sendur í pössun til Póli og Póli er sagt að gefa hann ekki bjór og ekki fram með hann á vöðbrautina og þannig þau verðast að vera mjög svona slæmir fóreldrar svona veitur lilla aðeins en þarna fyrir þetta að skipta máli og sambandast við sonin og þetta er fyrsta Rocky-myndin síðan fyrsta sem að Stallone leikstir ekki sjálfur heldur John Avildsen kominn aftur sækir að hann aftur, og í millitíðinni þá er hann nefnilega búin að gera Karate Kid einmitt 1, 2 og 3 og þannig erum við bara með subplot sem er eiginlega bara að sagja hann að Karate Kid þegar sonur hans Rocky sem að er þetta áhugaverð persóna, hann er meira eins og Adrian, hann er ekki hann er með svona meiri orðaforða heldur en pappin, hann er svolítið nörd en hann, þegar þeir missa allt þá er hann þarf hann að fara í skóla í fátækrahverfinu í Philadelphia þar sem hann náttúrulega er lamin og rændur hann náttúrulega í fínni fötum heldur en hinni krakkarnir og hann þarf að læra að slást og endar kýla þarna eitthvað svona Cobra Kai í Philadelphia og þeir verða fyrir kjölfari vinina svo það er einhver rauð þeir stelpbóðan og þetta bara hefði verið fín bíómynd bara sonur Rocky þarf að fara í harðan skóla í fátækrahverfinu en einhvern veginn það er ekkert alveg það er allir gallum við Rocky 5 það er aldrei svona almennilega unnið einhvern veginn úr neinu Nei og staðinn þá er það þessi Tommy Gunn frá komaðan Tommy Gunn, sem að og Stallone Rocky er miklu hrifnari af honum heldur nokkuð tíman af sinni þegar hann kann að slást það samband er út frá pælingunum að Rocky sem samkynniður þá er það allt auðvelt þarna nutta hárið af Tommy Gunn og blása hann sápukúlum ef Apollo er ástlífsans sem er þarna horfin þá finnur hann sér Tommy Gunn í staðinn og þá er Adrian svona stekkið svona einhvern veginn svona og það er einhver pæling það að Clubber Lang hafi þegar það uppi að hún væri ekki fullnæð þegar hann segir you need a real man vænir hann ergi 1982 þetta sé meira svona síndar samband þeirra milli en allavega það er hann síndur sem kannski ekki mjög góð faðir en að takast á við það og Stallone sjálfur, hann hefur líka sagt svona svolítið setni tíð hann er hann að gera upp lífið hann var bara að gera bara næstu mynd og hann var minna að sinna börnunum og síðan er það náttúrulega mikill harmleikur að sonur sem leikur sonur í myndinni hann dó eitthvað 2012 36 ára sumi vilja meina eitthvað það er orðumur en ópenbarlega var það nú bara eitthvað hjartakalli eða eitthvað slíkt og síðan sem leikur Tommy Gunn hann sem var alveg boksari hann greinist með eðinni að hann deyr
2013 þannig að þetta svona mikil hamlingur í kringum og Sly hefur ekkert sko sloppið sko, það er svona þetta er harmrænt líf, einkalíf á mörguleiti það har verið þung áföll stuðnið á honum kallinum sko Já Svendur lókin líka bara sko forsöguna það er en Stallone alltaf svolítið Rocky, hann alltaf gefur sig allan bara í baráttuna en hann ekki alltaf sko kannski með allt annað í reyni kringum sig sko það er svolítið það sem er að fjalla þarna og mér svona síðan komin einhver Don King típa þarna svona umbi sem múið ekki alveg við svona hvernig íþróttablaðamannastjettinni lýst svona svolítið svona eiginlega því að þessi vondi umbósmaður hann vill náttúrulega fá bara bardaga á milli Rocky og Tommy Gunn sem þarna orðin heimsmeistari en svolítið skemmt bara hvernig sko Rocky og Tommy Gunn svona óvart snúa á hann þeir enda bara með barfight þeir fór bara slast bara á götunni bara og sem náttúrulega enginn að fara að græða á en þú veist, við erum búin að sjá svo Rocky sigra svo marga bardaði í hringnum og þetta einhvern bara svolítið svona kannski góð leið til þess að afgreiða svo ég man óbúslega lítið eftir einmitt einhverjum svona smáatriðum í sögunni en ég man samt eftir að mér fannst þetta vera maður var ekkert einhvern veginn skúffaður að svikin það var alveg svona allt í lagi underdog Rocky takki sko svolítið þing af hvernig það er gert en það en svo segir hann, ef maður gengst inn á listrænu blekkinguna þá sleppur þetta sko. og svolítið áhugavert hvernig sko hann þarf aftur að takast á við heilaskemmtirnar sem voru fjárvæntum stund og það er svona óþægilega vandræðarlega atriði eins og þegar heilaskemmtur fær Póli til þess að leika jólasvein á jólunum og Pólinn alltaf drukkin sko og þetta er alltaf skemmt einhverjum úlingum sko, úlingsinnum og alveg hræðilega vandrarlegt fyrir alla sko en en þarna þetta er nú ekki endalókin á Rocky Nei, það er nú alveg það er nú talsveit eftir á tanknum ennþá þarna hvað var þetta, 1990 en þarna nefnilega svolítið fara að halla undan fæti sko þarna koma þarna ákveðst að gerast gamanleikari hann átti svolítið eftir að að kanna það hvað það er nú hvað það er Oscar kemur á undan Stop or My Mom Will Shoot var Oscar ekki bara hún var fín sko hún fekk held ég slæma útreið sko og litla aðsókn en ég leigði hann nú bara á spólu sko mér finnst hún bara fín, það var bara mjög gaman aðeins sko og þarna er kannski Stallone svolítið að berjast við typecasting en síðan náttúrulega tekur hann þessa ákvörðun sem að leiði til sko ekki bara lágpunts á hans ferli heldur kannski lágpunts bara ferli nokkuð tímann þegar hann leikur í Stop or My Mom Will Shoot og það er ekki nú væntanlega við, þetta er 1992 við heldum við röktum þetta nú í þætti þarna nummer 100 hvernig sagan segir að Arnold hafi eða logið þessu handrit upp á Stallone lét þau bóð út ganga hann væri spenntur fyrir að leika í Stop or My Mom Will Shoot sko, og vildi ekki snerta á þessu náttúrulega sá strax að þetta væri náttúrulega dauðadamtrast að þá hafi Stallone alveg bara stokkið til og bara lagt allt undir hann vildi verið í þessari mynd og stelinni frá Arnold og þetta er náttúrulega þetta er svo voðaleg mynd að ég reyndi að horfa á hana fyrir þarna þátt 100 sko og það var ég þurfti að beita með hörðu sko bara til þess að fara í gegnum þetta fyrst Birgit Nilsen síðan Stop or My Mom Will Shoot og síðan 1991 þá er Arnold að gera Terminator 2 sem er svona almennt talin bara einn besta hasamynd allra tíma og hann er alveg á toppi tilverunar og Stallone er komin í þetta hann er alveg hann er rosalega mikill munur á há- og lágflugi takja kappa sko
Það kannski, samt voru þeir og Bruce Willis saman opna Planet Hollywood eða smá svona þýða í þeirra samskiptum að minnstakosti. Kannski bara því að vindurinn farin úr Stallone, hann ekki lengur að veita, hann ekki lengur kóngurinn heldur núna það hann sem hann veit að hann hefur ekkert í Arnold og Arnold sér að það tekur ekki verið að berja meira á litla ítalanum sko. Já, þarna eru komið söguna hvað Drago höfð unnið en já, en þessu niðurlægingatímabili líkur nefnilega brátt vegna þess að já, sama tíma og Arnie fer að gera Last Action Hero sem var núna fyrsta flop og já, þetta er svolítið út í postmodernisman fyrir að grína sér sko, báðir náttúrulega reyna að berjast svolítið gegn eigin svona ímynd með því að gera grína sjálfum sér en það fer ekki alltaf óðalega vel þegar það gera það. Nei, og sérstaklega kannski ekki Last Action Hero, ég horfði á hann daginn, allir í lægin, þetta þarna, ef maður rétt ára John McTiernan sem að gerði Die Hard sem að leikst í rauninni. Já. Og þar er sem sagt, hann að renna saman kvikmyndaheimurinn og raunheimurinn, sko. Já, og Arnold sem sagt leikur einhver agalega flotta löggu sem búin að gera alveg endalaust margar myndir í rómverskum tölum og svo er einhver strákur sem að sogast inn í þann heim, sko. Já. Og einmitt í þeim heimi þá sko svona pappaspjald auglýsing fyrir Terminator 12 eitthvað og það Sly Terminatorinn sko á mótorhjólinu og það fyndi en já, það stendur upp úr þá myndi náttúrulega Charles Dance og var maður þetta fyrsta skipti sem maður sá hann njóta sín, hann var vondikallinn sko. Það er svo vikslast að vondikallinn kemst yfir í raunheima og bara, vá, heyrðu, bílarnir springa ekki þegar að skotið á löggan kemur ekki þegar að heyra skotkvöldi þetta er bara góðsan land fyrir vondakallinn sko. En já, svo hallarst en Arnold var náttúrulega hvað, svo var hann kindergarten cop sko, Arnold var svona lögga í undercover að vera leikskólakennari en svo Twins, Arnold og Danny DeVito tvíburabræður, það var alveg fyndið, minnum mig, þannig að Arnold hefur kannski átt þó betri moment í djókinu heldur en Sly. Kannski, ég veist að Jason Parkin sem er rithöfundur og einn myndubóls svona youtuberi, hann bendir á sko, Stallone alltaf snum í bardaga við það að vera risastór vöðastöldur, en hann það samt, hann kemst ekki tjá því sko, svo djókið í True Lies það að hann bara mildur heimilsfæður og enginn trúi því að hann sé að hasa rétt en hann lítur samt svona út sko. Arnold, já. Og best er í Terminator þá þegar að gervigreindin ákveður að búa til vélmenni sem lítur út eins og manneskja þá láta vélmenni lítur út eins og Arnold Schwarzenegger sem er ekki alveg svona vísitölu manneskjan það er svona hálf krútlegt að það er svona sem gervigreindin sér manneskja þetta tröllan og það mun engin grunna það að vera drafsömminni en já, það er nú kannski komin aðeins svo langt í Arnie en já, nú tekum við nefnilega síðasta klassíska Sly árið það sem að hann á alveg rosalega tvennu til en erum við þá að tala 94 93, hún 93 sko líka þannig að það eru báðar 93 hann var með sig hann til Cliffhanger og hann hlaupa sko úr einhverjum blaðmannafundum hennar í Demolition Man sko, í Demolition Man mundinningunum það er reynar saman þannig að Cliffhanger já, menn voru eiginlega hrifnir á sínum tíma því að þetta var bara fyrsta bona fide Sly hasarmyndin á áratugnum að minnstakosti, þetta var rosalegt comeback. Já, og það er hinn finski Renny Harlin sem að leikstýrir þessu, þetta er svona klettaklifurs háfjalla hasar, hálendið. Já, það er á íslensku, og þetta er náttúrulega fyrir CGI, þetta er náttúrulega svolítið flott sko, að maður þurfa að bara fara til fjalla og bara hanga utan á klettum. Já, og maður mann alltaf eftir sko opnur atriðinu, fyrsta atriðinu þar sem að það er dinglar þarna kona yfir einhverju gljúfri og Sly er reyndasta fjallageitin í bransanum og er á milljón að þræða sig eftir línunarinn af bjarginni en missir hana og gerist náttúrulega traumatiseraður og sjálfsagt drikkveldur í mann hann og ekki. Það er svo að taka á hann stóru sinni þegar vondir menn eru þarna að gaufast í fjallinu og þetta var alveg samt sko, John Lithgow leikur aðalmondakallinn. Já, hann vil orðin bara fastur í því. Já, að vera svona tæpkast í íkta vondakalla og svo Michael Rook er hann ekki félagi hans, svalur sko.
En þetta var háspenna. Já, og náttúrulega og þarna líka hvernig sko ætlar að búa til hættu, það er að láta Stallone hreint og beint mistakast að bjarga manneskju. Við höfðum bara ekki séð það áður. Það var svona sjokkar bara, Hitchcock sjokkar bara. Það væri bara til í myndinni að hann mistakist. Þannig að, jú, þetta var sko, þetta var fín spennumynd og þessi svona comebackin má líka segja kannski að sé svona einn af síðustu klassísku slæðspennumyndunum svona þessum að hann ekki allan þess að stóru, en síðan kemur bara sama ár sko Demolition Man sem ég finnst miklu merkilegra bókmenntaverk. Hún það? Sjálfur sér og bara með merkari slæðmyndum og svona og þessi tíminn líður, það verður nú bara eiginlega margvíðari. Já, það er alltaf, ég held að það sé fegurinn og galdurinn við þá mynd eða maður sá þetta í bíó og þannig einhverju tveir gæjar, Stallone harðalöggan og skattsjúkarinn Wesley Snipes Simon, vondikallinn og þeir eru báðir settir í frost og vakna einhvern mann í fjarlægri framtíð. Alveg á skjön við allt samfélagið. Það ekki bara 2020 eitthvað, minnum mig sko. Jú, við erum alltaf komin fram úr því sko. En já, bara og Sandra Bullock þarna svona einu svona fyrstu stóru hlutur. Við lendir í því að vera löggufélagi Stallone þegar búið þýðan og þetta var alveg bara, fín mynd sko, en svo eins og segir, bara tíminn og breyttur tíðarandi og bara hún verður alltaf meira marglaga og dýpri, það er alveg stór merkiniturunni. Já, og það mér sé að, og ég horfði nú ána daginn í Bíóparadís aftur sko, ég horfði nú að gleyma hvað þetta var mikil hasarmynd vegna þess að það eru hin atriðin sem að maður mann sko. Þú veist það með 3 skelljarnar sem er nú skeinipapír þess tíma. Og er aldrei komið í ljós hvernig það fyrir bara virkar sko, en það er eins og þetta með sína persóna Sandra Bullock, hún heitir Lenina Huxley og aðalpersonan í Brave New World eftir Aldous Huxley heitir Lenina. Þannig að það er svona ákveðin líkill að myndinni kannski að Brave New World verður mjög góð lýsir svona hinnu fullkomna neytanda samfélagi þar sem að það eru samt enga tilfinninga til en fólk er mjög skýrt flokka niður í svona alfa og beta og þjóðfélagsópa og var kom út 1930 var mjög skörpna og mörgu leiti kannski skarpari framtíða sín heldur 1984 sem er svona hinn stóra vistaskálsaðan því að þetta sýnir ekki algjör að kún heldur bara alræði neytendasamfélagsins og kapitalismas og það er margt eins og alltaf kynlífarna er bæði alveg bannað og líka ekkert máli en þú setur bara á þig einhvern svona rosalega sterilt setur verður í allt í hjálm og hringmanni sem gerir það líka og þannig getur haft svona samfærir án þess að snertast og maður getur séð sko að þetta er eitthvað sem hlýtur að vera að koma bráðum sko en eitt af því sem er hvað merkilegast það er náttúrulega þessi óbúslega skautun að samfélagið er algjörlega búið skiptast í tvenn ofanjarðar, þar er þetta svona steríla samfélag sem að vissulega ofbeldið var alltaf lengur til löggan með sér kann ekki að beita því en hins vegar er það neðanjarðar þar er þetta allt svona skítugt sko þar má það bara kjöt til dæmis en það er eitthvað kýr þannig að það eru rottuborgarar og það má held ég drekka áfengi og það má gera svona hluti sem má ekki gera fyrir ofan og og inn í þennan heim koma Stallone og Snipes sem eru óbyldisfullir fortíðar menn og þeir takast á en að því maður býst við því sko að ansvegar neðan ég er að fólki sem stjórnina Dennis Leary og við erum fólki sem minnum hvernig takast á en nei, Sly kemur undir lokning og bara sættir fylkingarnar og hann segir bara þið þínu ofanjarar þið mættu nú við því að skýta ykkur sem eru út þið mættu nú við því að þrjá ykkur hlutur sko og þannig sko það slægir maðurinn sem við þurfum í dag sjaldan verið jafn mikið þar fyrir að slægi eins og hann byrtist okkur þarna að komi bara á sætti fylkingu og segir við getum bara að læra að tala saman og með aðeins svona læra á okkur öðru sko frekar heldur en að fara bara og slátra öðrum hvorum hópnum eins og maður er að búist við Já, það er einmitt að þetta er horfur á þetta þetta er bara Stallone mynd en þarna er einmitt að það er eitthvað svona miklu meiri bókmenntalegri dýpt heldur en maður á að venjast sem að verður svo bara alltaf dýpri
og þetta náttúrulega þetta ofanjarðar samfélag þar sem hann stjórnar nú hann svo frábæra leikari Nigel Hawthorne sem var frægasti fyrir að vera ráðuneytisstjórinn Sir Humphrey Appleby í Yes Minister og þarna nú komin í út einhver Shakespeare-myndir húnum já, og lék náttúrulega brjálaða konginn í Madness of King George en það svona ég ætla að Jakob Bjarnarvin myndi lýsa þeim heimir sem woke helvíti það wokeið alveg komið langt fram úr öllu og var svona sjálfsálum allt sem að sekta mann að blótar sko já og Stallone þegar hann vildi ekki skeina sig með skeljun og þá blótar hann alveg við sjálfsálum þannig að hann bara fá nóg mikið að útprentum sektamið til að geta skeint sér sko það er lítið gott já þetta ég held ég hef haft meira gaman hann þegar ég horfði á hana í fyrra heldur en þegar ég sá hana í bíó sko. já, manni fannst þetta bara svona so einhvern veginn Stallone mynd en frekar hefur hann í samt já, hún er merkileg hún leti yfir sér já og svara kannski þeirri spurningu sem að hann síðan mistast að svara sko hvað gerir Stallone eftir endalok kalda stríðsins þegar hann búinn að sigra kommunismann bæði í Víetnam og bóksringnum og allt það og þarna nefnilega þessi nýja skautun eiga sér stað sem ennþá meira að tvistra heiminum núna, og Bandaríkjunum myndi síst í dag og hann grípur þetta þarna sko og hefði ef hann hefði haldið áfram með þetta, hver veit þá hefði kannski Trump aldrei orðið fórsetið, eða kannski hann hefur fórsetið fyrir, ég veit það ekki en Stallone sjálfur segir sko að það þrennt sem að sér eftir í ferlinum það að hafa ekki gert Cobra að seríu sem hann finnst alveg skrítið því að það er svona borðlíkjandi já, hún hefði alveg staðið því sko hvað sem það elst verið ekki og síðan sko hafa ekki gert Tango og Cash að seríu þannig að hann þurft Kurt Russell með sér nöðsynlega sko en maður, maður heldur að sé það og síðan hafi ég gert Demolition Man að seríu og ef það hefði verið gert vel það er að segja að þeir hefði ekki bara endur gert Demolition Man heldur áfram að stækka hennan heim út þá hefði það hefði getað orðið eitthvað stórfenglegt sko en í staðinn þá bara svona læsist hann svolítið mikið inn í þessum tveim personum sem eru Rambo og Rocky það er bara sígildu vörður á öllum hans ferli já og sko mann þessum tíma það var alltaf komið þá ný Stallone-mynd hverju ári sem var bara nýja Stallone-mynd og maður fór alltaf áðar það var engin, hann hættur leikstýra sjálfur hættur að skrifa hann bara svona nýju Stallone-myndinni já, mætir bara og svona ég veit ekki á að kemur hérna já, svona það er bara að síga á nýjuna sko specialist það var, minni nú aðalmáli með hann hafa nú bara verið að Sharon Stone var í henni sem var þá náttúrulega fun heit eftir kloppasýninguna í Basic Instinct sko. Já og síðan eitthvað svona aðstræðrið með þeim í sturtunni sem að þótti nú Stallone svolítið þekktu fyrir það að eiga svona allir það sem fólk hlægir án þess að eiga hlæja eftir eitt af þeim það var víst í sko Rambo 2 þegar hún vietnamska kærastan deyr og þá öskrar hann eitthvað Bergman út öll fjall og þetta var forsýnt og hló fólk svo mikið að það var klippt út sko. Og það gerir svona við og við sko, og þetta var, kannski eitthvað ekki eftir alltaf að komist Judge Dredd, ég náttúrulega ég ólst upp í Bretlandi á 8 og ég þekkt alveg Judge Dredd og þetta svona 2001 í fyrirbæri þannig ég var svolítið spenntur með, sko, hún var bara ofmikil Stallone-mynd, hann leyfi sér ekki alveg að verða sko Nei, þetta er náttúrulega myndasögu persóna vel, var ekkit svo sem var ekki þekktur hér, Judge Dredd sko en það var alveg þekktur í Bretlandi og eitt að hann var, þú veist, sjá mann aldrei án hjálmsina því þetta er Stallone, þá þarf hann alltaf að taka sér hjálminn til þess að sjá þetta sé Stallone sko Akkurat, ég man nú ekkit eftir henni en ég man bara, ég man þetta vonbrigðum sko, maður vildi fá eitthvað meira út úr henni sko Já, og kannski líka því að Demolition Man, hún var svo góð, það er ekki oft sem maður sér Stallone í framtíðinni sko en Demolition Man síðan virkar Judge Dredd svona gerir það síður sem kemur Assassins, Stallone, Bandera Daylight þá margir nú hrifnir af henni í setjum tíð það eru nokkrar sem myndu flokka sem bara lélegar ekki góðar, það eru meðlega Daylight ég tók eitthvað Stallone-flippi fyrir að horfa á hann aftur það er eitthvað svona, var ekki slökkvilistjóri eða eitthvað svona björgunar dúti sem hafði lent í eitthvað klúri sko
en svo hrynja hann einhver Hvalfjarðargöngun í miðri borg og hann fer honi að redda málunum sko. Já, ég hefði gaman að henni ég hefði gaman að henni þegar ég sá hana í bíó og bara ég fíla hana vel í fyrra sko. En þetta ekkert merkileg mynd sko. Það eru bara svona, já ok, þetta nú fínt allt í lagi sko, lala en líka með specialist sko, ég manna þar Erik Roberts orðin fastur í að vera vondikallinn sko. Já. Eftir að litla systir hans stal öllu þöndari frá honum, Julia. Já. Og Rod Steiger var svona aðal glæpakóngurinn og Já, það var svolítið fallegt comeback í honum. Já, sko. Og mér finnst það besta að var viðtal við hann eitthvað sko, þá var hann að tala sko hvað þessir jakkafötin í stúdíónu væri miklir hálfvitar sko, af því að þá var hann sem sagt spurður sko, var að kasta honum í specialist, getur við tala með Suðuríkjarheim? Ég vann Óskarsverðlaun fyrir að tala með Suðuríkjarheim helvítis hálfvitiðin hýtt og þannig sko. En já, svo deilað, já, mér finnst hún aðalega en svo reynir hann bara við alvöru í Copland 1997 Einmitt, þá spyr maður sig sko, hvað ef Stallone hefði haldið áfram bara vera dramatísku leikari eftir Rocky og Paradise Alley þá hefði hann kannski verið að gera einhverja svona típu myndir allra tíð það er svo mikið víst að hann hafa staðið undir því en það er svona svolítið sko, ljóst má segja að miða við aðra svona ítalska, ameríska leikara á sinni kynslóð þá hann hefur svolítið minnum að kenna Gagvart, De Niro og Pacino og meira segja Ray Liotta sem þú veist, virkað og hann með þess að tala það sambandi við tölsæking sem er önnur tilraun hans kannski til þess að fá að gera þetta hann var alltaf býðast því að Scorsese myndi hringja en hann hringdi aldrei hann hringdi aldrei, nei bara stökku yfir í Leo DiCaprio þegar hann hætti að nota Robert De Niro Já, en sko þarna í Copland þar leikur hann svona almenna svona löggu bara ekki FBI eða þannig og fita er svona alltaf fyrir þetta og hann er svona, virðist vera svona freka svona ekkert rosalega skarpur og hálf heyrnalaus hann fer alveg einhvern veginn gegn hann fara alveg gegn svona Stallone ímyndinni og þetta er svona grítið myndin hann þarf náttúrulega að hafa sér allan við hann er sko með sér eða á móti sér í þessari mynd Harvey Keitel og Ray Liotta og Robert De Niro og Gene Garofalo og Robert Patrick Liquid Terminatorinn og Michael Rappaport og Annabella Sciorra þetta er náttúrulega rosalega mannskapur og svona hann er engin vinner í þessari mynd þetta er svolítið svona bara bölva helvítis mótlæti og ofurefli Já, sem við höfum alltaf því að hann þarf alltaf að sýra og hann sjálfur er svolítið stoltur af því að segja söguna því sko þegar hann fannst De Niro ekki alveg vera stoltur af sig sko þá hafa hann einhvern veginn svona plata De Niro til þess bara að verða De Niro og leika sko þegar leika móti hverjum öðrum sko en þetta er greinilega eitthvað sem að skiptist Stallone rosalega miklu máli að leika móti De Niro sem að var þarna eiginlega ómdýrlega besti leikari í heimi hann er nú svolítið kannski svona rjáflast af þeim Jú, hann hefur aðeins fallið á þá í mynd náttúrulega Já, leiksturinn James Mangold hann er náttúrulega orðið meira áberandi í seinni tíð hann gerði, Indiana Jones 5 hann gerði Wolverine alvarlegu Old Man Wolverine og er þannig að byrja þannig að ég veist að Stallone þótti alveg það var staðið sér vel en þessi mynd var því miður ekki hún gerði ekkert nei, hún var því miður ekki mjög vinsæl sko nei og núna er okkar maður bara svolítið einhvern veginn týndur sko svolítið Jet Carter náttúrulega algjörlega óþörf á breskri klassík og jafnöldur minni 1971 model Jet Carter með Michael Caine Já, ég var í doktorsnám í ritlist þá var ég látið að lesa Jet Carter sko bókina og Já, það er eiginlega bara þetta er hvað Get Carter, þetta er 2000 það er eiginlega ekkert gott hann að segja, ég er náttúrulega sá hana meira því að þar leiðist Stallone greinilega vinni sínum eða þá verandi vinni sínum Mickey Rourke að fá aðeins að leika, það er mikið að hafa vanta pening sko og það minn maður náttúrulega var ekkert heldur náttúrulega löngu hættur að vera góður sko það var ekki gott og ég sá nú eitthvað yfirlit yfir feril Stallone bara byrt í dag í tilefni 80 ára afmæli og það er talað sko 2000 til 2005 sem sko niðurlægingar eða svona declining
tímabil sko. Hann er ennþá að reyna að halda áfram í það sem hann var hann rúmlega 50 heldur sér drifin og hann bara síðasta myndin sem ég man eftir að hafa komið í bíó sem svona nýja svona kappakstusmynd en samt ekki alveg formúla þegar þetta einhver kappakstur í einhverjum körtum eitthvað svona minni kappastusbílar sko. Það var svona ekki einu svona bergmál af Days of Thunder eða einhverju þannig dóti sko. Nei, meira en Sambo líka, hann er ekki alveg aðleikar en hann samt skrifan hann er svona aðeins farin að krukka í því aftur Já Detox, hún kom nú bara beint á vídeo og þykir algjörstur usl en hún einmitt, ég hef gaman að henni, ég horf á hann líka fyrra þar sem hann sko lögga eldastu ráðmorgin tekur sér til og drepur konunars og hann verður algjör gjörsamlega heillum horfin sko og fer svo í meðferð sko bara einhver vógur bara upp á toppi Everest eitthvað og þar eru 5-6 fyllibittur og eitthvað svona meðferðarkall sem ég held að hún verið Chris Kristofferson og einnir er greinilega raðmorðingin sko svo er þetta svona klaustrofóbist og getur ekkert farið og ekkert gert en þarf þetta afhjúpumorðingjan og svona alltaf tínir þetta tölunni aft og þétt sko þetta er flokka sem algjörtur usl en ég get ekki það gert ég er með eitthvað softspot fyrir henni sko Já, en ger ekki mikið fyrir felum ekki neitt náttúrulega sko Nei Spike It 3, þá er hann komin í auka hlutverk í annara manna seríum Já, það er svona orðin komin á svolítið cameo-bransi bara minna hann á staðis allt í lagi sko en kannski eðlilegt skrifa en hvað gerist Stallone þegar allt bregst? You tell me Þá dustar hann rikið á honum Rocky sínum og gerir mynd sem að eiginlega alltaf þótti svona framför frá Rocky 5 Þetta er tæknilega þetta Rocky 6 en hún hét bara Rocky Balboa og þarna er Adrian dáin ég hef verið að slá saman þarna 5 og 6 sko það gerir stjarnan með Rocky myndir Jú það er ekki síst Rocky 1 og 2 og þarna náttúrulega er hann orðin gamall en hann fer, þú veist, og hann er orðin maður þarf svona svolítið að líta fram hjá því hann er orðin ábrundi gamall, hann er 60 stendur 60 þarna samt náttúrulega heldur sér það vel og þetta er kannski þó að það sé orðið of seint, þá er þetta samt síðasti séns fyrir okkur að sjá Rocky slást áður en það verður bara alveg bara absúrt bara þarna er hann ekki bara að reka bar er ekki barkallinn þarna hann er eitthvað veitingast sem heitir Adrian sko í til heiðurs látinni eiginkonunni Póli er ennþá þarna Póli klikkar aldrei sko en hann er orðin einn eftir og og hann er orðin svona haldur góðsögn í bransanum það er svolítið sko merkilegt að hann vinnur sig aldrei aftur upp í sko þann stað sem hann var á Rocky 3 og 4 með sveitasetrið og allt það en hann er bara búin að koma sér fyrir í Philadelphia í borginni en ekki vel staður en heldur ekkit alveg blankur en allan er einhver veitingastað sem hann sem að fennum veldi ganga illa þarna og sem að neyðir hann til þess að taka eitt slagið bútt þá er það Mason Lyon Dixon sem að er sá sem að vill bara sigra þetta er tölvuleikur sem hann getur slegið sem hann við sko Rocky besta og hann dreymir að gera það en það skapsta sem hann getur gert er bara slást við gamla Rocky sem að fara þennan annan tækifæri þetta er svolítið fyndið með allar Rocky myndina því náttúrulega í öllum myndum eftir frá með Rocky 3 er Rocky náttúrulega Apollo Creed sem er mestarinn til þess að sigra og það mætti segja þær allar þær sögur frá sjónarhóli hinskautsins sem er að takast á við hetjuna en við fáum náttúrulega áfram bara okkar Rocky fylgjum sjónarhóllni okkar manns og hún var allt í lagi bara sko, hún var ekki gerði ekkert sem bjóst ekki við en mér finnst það ekki fyrir pínu vannmetin kannski pínu ómyndið móti en þarna sér Stallone sér svolítið
hvað fólkið vill Já. og þá komin tími til að dusta ríkið af Rambo. Já, 2008 það Já, Rambo 4 það er þarna sem að Benedikt Bóas var að tala áðan það væri einhvers konar stórkostlegt kvikmyndalegt þrekvirki. Já, ég bara svolítið sammála því að þú vilt bara kjarna þetta fyrirbæri. Já, Rambo. Bara strípaði Rambo bara. Já. Þetta eins og þetta við kallaði, þetta bara svona svo hæka, þetta svona búin að losa allt hismi sko. Já. Þetta svo Leonard Cohen á saman tíma sem bara styttir í ljóð sko og bara losa allt myndina. Þetta bara þannig að sér bara Rambo, hann í frumskóginum, hann svona hálf ómanneskilegur svona lifandi góðsögn en það með hárbandið sko og síðan bara helmingur af myndinni þar sem hann fer bara með stóru vilbu og bara skýtur niður í tíðu sko. Já, og þar hann náttúrulega farin að ganga í skrokka og dópsmiklurum með einhverju þannig hiski. Já, það vantar kannski svolítið þess svona pólitík sem hafði alltaf enginn þetta er í Myanmar sem að vissulega var óbyldisvill eina stjórn en maður kannski sakna þess að það ekki verið að staðsetja hann í tíma þarna kannski jafn mikið en einhvern veginn er myndarinn að virka það en nánast maður bara handan tíman sko. Já, ég held ég ekki sko hitt að tala með neitt svona Rambo eða Stallone aðdáanda sem var ekki bara kampakátur með þessa mynd þó að var ekki valla verið eltast við að vera með eitthvað sko dröga sögutræðir það er svo segið, það er bara þetta er bara hrá Rambo bara... Já, mann finnst típan svolítið vera eins og þessi svona japansku hermenn sem voru að finnast 40 árum eftir setni heimstyrjöld og voru ennþá bara Helena Pacific bara fastir ennþá í stríðin. Já, og ég held að það væri bara þegar gangi sko Rambo bara ennþá í sínum frumskói bara eins og kaldastriði síðan þá í fullum gangi, já og bara það er erfitt að ímynda sig hvernig hægt að gera endurkomu Rambo betur eða jafnvel öðruvísi heldur en þetta sko. Nei, sennilega ekki sko. Þarna nefnilega sko, ef við erum Rambo 70 Stallone alltaf svona sósarialískur eins og allt og aðra síðan hann risa action hetja í 80-sinu og síðan ég svolítið kannski svona þvælt 90s en smá postmodernism en núna Stallone bara orðin revival act og hann gerir sjálfur grein fyrir því sjálfur sko. hann bara að spila gamli hitt en hann meiri sér að segja söguna þannig að hann fór með konu sinni á einhverjum svona 50s revival tónleika og það voru Righteous Brothers og það var bara annar Righteous Brotherinn eftir sko þetta minna Righteous Guy og Temptations eða eitthvað einn af þeim og hann sagði ok, en það var fullt sko og það er engin sem að fara að borga fyrir að sjá einn Righteous Brother en þegar allar þessar gömlu hetjur koma saman þá er fólk til að mæta og hvað þá lógisk niðurstaða því heldur en bara hóa í allar gömlu action hetjunar og bara setja alla saman í mynd eina veislu bara Expendables bara. Já sem að jú, það náttúrulega atriðið þarna sem að sko Arnie og Bruce Willis slæði koma saman, Arnie þjónar engum tilgangi í þessari myndin, það nú bara alltaf að hafa hann Já, í fyrstu myndinni Já. En það svolítið svona vísu til svona 80s hasar mynd eins og, ég veit ekki, það voru alltaf einhvern regla Band of the Hand, eitthvað svona hasarmyndir einhverjum sem fara til Mið-Ameríku gjarnan og bjarga einhverjum eða ná sér niður á einhverjum en hefur bara þetta með sér að það eru bæði gamlar og nýjar þetta er náttúrulega það hristir þetta ágætlega saman eins og náttúrulega Jason Statham í þeim öllum þessum 4 sem eru komnar hann er svona fulltrúi ungu kynslóðarinnar og svo náttúrulega var Bruce Willis aðeins í 1 og 2 og heldi svo listinni vildi mikið pening og eitthvað vesen og mér sé að mikið ork var í fyrstu myndinni svo var eitthvað fíla þar líka sko en þetta er ansið gott line-up og svo náttúrulega var það held í 2 þar sem að þeir draga Chuck Norris á flott í einu atriði þar sem hann leikur bara svona góðsögnuna brandara, hann er bara eitt stór Chuck Norris brandari hann er sko öflur en hinn er allir til samans Lone Wolf eitthvað svoleið Já, og í annari myndinni þá Schwarzenegger einmitt komin meira inn í Já, þá tekur hann þátt í aksjóninu Já, þetta ég meina
hann Stallone þannig að slasaði þessu svolítið í Expendables þannig að það fór svolítið illa með hann bara líkamlega en hann segir samt að það nú var svona verið þess virðið Já, sennilega því að svo sko í fjóruðu myndinni sem að er nú alltaf svo sísta, þar er Stallone rosa lítið, við höldum að Barney Ross sé bara dauður bara fyrir hlýja sko, þannig að það er svolítið Statham sem að leiðir aksjónið í þeirri mynd sko. Já. En alveg það fínt samt að Andy Garcia Vondikallinn svo veist var Van Damme hvað person heitir Villain sko svo Mel Gibson var Vondikallinn í einnig líka þetta alveg svo ertu með Dolph Lundgren og Jet Li og Wesley Snipes kemur í þeirri mynd sem að Wesley Snipes sko þá er sko ná honum úr fangelsi og svo hvað ertu búin að vera hvað sæst inni skatt Þannig að þetta eru sjómlarnir eru bara svolítið að hafa gaman og gera grína að sjálfum sér í leiðinni, sko. Já, mann veitir þetta svolítið 4, þá er svona svolítið vindurinn farin úr þessu, en í 3 þá var til dæmis fáðir Harrison Ford sem er samt svona eldri og hrjumar en hann fara að vera þryllustjóri til þess að, þú veist, sem er alltaf sem líka vísun í að vera frúmaður í Star Wars, sko. Já. En þetta er samt, sko, sínum kannski eitthvað hefur Stallone, sko, því að nú er Harrison Ford svona frekar svona góð með sig og tekur nú ekki þátt í hvaða gríni sem er sko, en hann hefur verið til í þetta Já, þetta er náttúrulega súperstunnu þú veist súperstunnu koma saman, en þetta er samt líka alltaf mikið Stallone sjó sko Algjörlega, já, og það er heldur það sem að mér fannst sko alveg gera fjóruðmyndina slakast er að það er svo lítið Stallone í henni sko hann satt svolítið hjá Þá erum við komin að og síðan inn á milli 2-3 kemur Escape Plan sem er myndin sem að búið að bíða eftir í 30 ára minnstu kosti bara þeir tveir saman í mynd, Arnold og Stallone Já, og það getur bara haldið að heita á Ísland bara þeir tveir og það myndi allir vita Nákvæmlega hverja það verið að tala og ég man nú ekki, hún gerði nú ekki mikið fyrir mann þetta var svona allt í lagi voru ekki saman í fangils og þurfti að hjálpast að strjúka Jú, og mér sé hörðist Stallone að segja að Lock-up hafi verið betri fangilismynd Já, líklega, svo er ég ekki frá því hann hafi gert sko Escape Plan 2 og 3 án Arnie sko hann er náttúrulega alltaf til í að teygja lopan sko. Já, hann er góður í því að koma sér aftur á kortið með svolítið að spila gömlu hittin en síðan heldur að því kannski áfram hana aðeins svo lengi og þarna er hann bara komin út í þú veist að vera með rödd í Guardians of the Galaxy en já, síðan alltaf á hann aðra endurkomu aftur í gegnum Rocky já. Sem að er náttúrulega eiginlega ekki hans hugmynd og hann mjög tregur til en fæst til þess að vera með í Creed 2015 og þá erum við að fylgjast með síni Apollo heitins gamla anstæðingsins og félagans Já, og þarna er Stallone búin að sagt þessi við það sem hann byrjar að gera 25 árum áður sem er bara að vera gamli þjálfarinn og líka merkilegt að þetta er í fyrsta skipti sem að Stallone er tilnefndur til Óskarsverðlauna síðan 1976 eða 1977 fyrir 77 þá er hann tilnefndur bæði sem leikari og sem handritshöfundur Já, fyrir Creed Nei, fyrir Rocky sko. fyrir Rocky, sem var býsnaðil að sér vikið Já, það er bara Charlie Chaplin og Orson Welles eða einhver risar sem að hafa náð bæði sko handriti og leikur sem mynd Já, ég man nefnilega að það Bíóparadís tíma sýndi Óskarinn beint og þegar að það kom í ljós að Stallone fengi ekki Óskarinn fyrir Creed, þá var nú einhver sem gengur bara út sko. Það var kvöldið búið sko. Þetta var sennilega líka síðasti séns fyrir Stallone til þess að fá Óskar þannig að sko Já, náttúrulega, má ég sjálfur sér segja þetta sé sko þriðja endurgerðin á Rocky sem er Rocky 2, Rocky 5 og Creed er náttúrulega svolítið svona sama sagan alltaf sko við skulum ekki vera að finna pjólið Nei þú veist, og annu aftur þá má náttúrulega segja sko Creed og ég auðvitað náttúrulega pappans deyr þarna, við horfum að traumatiserum okkur öll þegar pappi hans dó sko í Rocky 4 og komum líka í ljós að sko
hann var framhjáhaldsbarn held ég sko, þannig að eiginkona Creed var ekki hann var ekki alveg með í þessu geimi. Nei, þannig að þetta náttúrulega svolítið svona, en hann náttúrulega svona nepobarn, ég meina það þegar að því hann felur það að sé sonur Apollo Creed, þannig að veit það að það kemur ljós, þá fara allir að vilja setja hann í ring sko, stórkvæðinu sko. En þannig að enn og aftur þá þetta þá alltaf að halda svolítið með svona yfirveldunum gegn hérna lítilmagninum sko í öllum Rocky myndum frá Rocky 3 en ok, en já, þetta náttúrulega bara eina leiðin til að halda áfram með Rocky sögun og síðan kemur sko Creed 2 sem er náttúrulega beint framhald af Rocky 4 Já, 2018 Creed 2, já. Þetta er Rocky 4,2 sko og já, það vissi enginn að við þurftum Rocky 4.2 en það var bara einmitt það sem við þurftum. Já, þetta virkaði alveg. Já, og kemur á reyndar ljósana og reyndar alltaf þvælt að sko Drago er Úkraínumaður. Já. Sem að skiptir, hann er bara sovjískur, þannig að við vitum. Já. Og samt er það ekki alveg ljóst, samt má vera að hann þetta fyrir mjög illa fyrir Drago eftir að hann tapar gegn Bandaríkjunum það verður svona Boris Spassky nefnilega listarinnar Já. Ég veit ekki hvað var það Spassky hann var ekki sendið til Sýberíu held ég Nei, ekki alveg svo slæmt en hann missir allt og er brútskóðar að missir konuna og allt og en hann á svon sem hann bara þjálfar upp í það eina hlutverk að ráðast gegn hefna sín á þessum Bandaríkjamönnum og þeir eru í kýf til að byrja með þannig að það verðist jafnvel vera sem hann kannski hafi verið Rússi en fyrir útleið til Úkraínu eftir að hann tapar undir lok kalda stríðsins Já, að því að síðan þegar hann fyrir að vinna eða sonur hans fyrir að vinna, þá er þeim búðin að bleið í rússneska sendiráð í Washington og síðan er loka slagurinn í Moskvu en sonur hans kallar úkraínsku boxer hann er alltaf alveg upp í Úkraínu En þetta 2018, þannig eru Rússar búin að yfirtaka Krímska en alls stríðið ekki byrja, þannig að það svona fyrir að hitna í kolunum þar á milli, sko. En, já, maður, þú veist, bara einhvern veginn er bara mjög spennandi fyrir vikið að fá dollaran aftur og dollar að fá svona eins og já, núna reyndar klappa Rússar líka þarna fyrir Creed hann segir en það menn finnst það nú aðeins þvingaðra sko Já en það má segja að þetta sem tekst ekki að binda Nei, hann er sennilega það margt vatnurinn til sjá var að Stallone er sennilega hættur að svona móta sögulega framvindu með beinum hætti eins og hann gerði í 80-sinu Já, hrifum hans að hinsmálinn er ekki alveg það sama og þau voru það er líka svolítið áverð bara innan sögunar að meðan auðvitað Apollo Creed og Rocky verða mjög góðir vinir þá er miklu svona hreinn hatur þarna milli Ivan Drago og Rocky og náttúrulega þetta Drago drap Apollo Jú, það er harma að hefna Já en samt nefnilega tekst myndin að verða hjartnama því á endanum verður sko nær Drago að sjá svon sinn sem eitthvað annað heldur bara boxvél sko þeir ná saman þannig að það er svona Hann kann þetta stundum Stallone sko, þetta human touch-ið sko Já, og það fannst mér líka nefnilega svolítið vera í Íslandur Rocky 5 sko Já En já Þá erum við nú næstu í búinir að tæma þetta nema náttúrulega ég get ekki látið hjá líðast að minnast á að Rambo átti náttúrulega inni einn missjón í viðbót Já. Og svo mynd ég hvað Rambo Last Blood 2019 mættar þá á eitthvað svona loforðum að hann sé hættur en ég held að hann hafi strax verið byrjað að tala um að hann gæti alveg komið í Rambo 6 sko Já Þannig er Rambo alltaf sestur ennina ferðina í einhvern helgan stein á landamærum Bandaríkjunum og Mexíkó sennilega og er orðin bara helvíti gamall og lélugur sko Já, mann finnst sko maður hefði nú helst viljað að þessu hefði verið sleppt vegna þess að Rambo 4, hún er að kjarna Rambo minnst Rambo 5 beraði með sér sem ég held að sé rétt að sko handriti var uppnálega ekki skrifa sem Rambo mynd, nei og þetta er önnur svona bara vísitölu 80s hasaramynda sem tekist á við eitthvað illþýði frá Suður Ameríku sem er að selja eiturlyf og eitthvað svona sko
og svona fyrir neðan virðingu Rambo að díla við svona smámenni og og þeir gera eitthvað hræðilegt við einhverja vinkunans eða fóstudóttir sem hvernig þeir Já, í Last Blood Já, það einhverju kartelar Mexíkóar sem Mexíkanar, ég vil nú fá að kalla á það ræna dóttur húshjálpurinnar hjá Rambo og gott að þeir drepa hann ekki og nauðgunni og þá fer Rambo á stað og fer í mission og ég bara þetta er eina Rambo-myndi sem ég fann fyrir vonbrigðum bara næstu í líkamlega því að hann fer náttúrulega allar að bjarga stelpunni og svo gengur hann inn í bara miðjan hópa þessum skúrkum og maður nú fáið að kenna á því helvítin ykkar Rambo er kominn og þeir bara rúst honum og bara, hann er bara barinn niður og þetta voru gríðalega vonbrigði en líka bara fannst mér nú bara helvíti djarfuleikur hjá Stallone að bara bjóða upp á þetta í alvörunni að Rambo bara má lúta í gras eða sand og fer svo heim og sleikir sárin og svona breytir búkarinn sínum og öllu umhverju hans í svona eins og hann gerir við skóginn í First Blood þetta er bara eitt stórt booby-trap og svo koma þeir allir vondukallanir alveg og það samt mér fannst það að vera sárabót endurinn þá ítir hann á play á gamla kassettækinu sinu og Doors dynja undir allserja sláturinn þegar hann sallar alla vondukallana niður Já og þetta er bara svolítið eins og ít að playa á gamla Baffa S-tækinu maður veit alveg hvað það verður sem fer ekkit úrstíð sjálf, maður veit bara hann er búin að setja upp allar gildrunnar og síðan bara ganga í gildruna bara kort bara hver er að stíga og fyrir hvað hodnir er endilega að beigja en hann er helsærður sest hann í ruggustól á veröndinni með hvort hann ekki hakla fyrst og maður svona sér hann gæti verið bara gespa gólin en við fáum ekki að sjá það þannig að Rambo lifir enn Já, og nefnilega reyndar er það svo að Stallone með mjög sterkar meiningar það að við eigum ekki að fá að sjá hetjur okkar deyja. Nei. Það var, ég veit ekki alveg kannski smáturum, það var einhver ástafur því að hann vildi ekki vera með í Creed 3 Já því þar ætti það var alveg lógist að við myndum sjá Rocky deyja Já, tekka hann út eitt skiptur öll en svo Mickey deyr menningarslifir áfram eitthvað og mynd sem heitir bókstaflega Last Blood það var gerð með þetta hann situr gamli maður í ruggustólunum í lokin og ruggar og síðan hætti stólun að ruggast eins og Anders er búin að ekki en Stallone hann sá eftir let CGI meira rugg þannig að stórin stólun er ennþá að rugga þegar hann myndi líkur þannig að Rambo er ennþá lifandi Já en það bara fyllast kvíða og óryggi ef maður vissi að því að Rambo og Rocky væru bara dauðir Já, en Chuck Norris dó, hver hefði búið til því? Já, bara einmitt, ótrúlegt en þá erum við eiginlega búin að tæma þennan rosalega byggar nema náttúrulega, hann er náttúrulega bara í aktífu kompaki með sjónvarpsþættina Tulsa King Já, og hugmyndin er sjálfur sér skemmtilega Já, en er þetta ekki bara hreitt stuldur á Lillehammer með Stephen Sands Já Jú grunnhugmyndin er vola svipuð Grunnhugmyndin er vola svipuð síðan verið tilvíljum því ég var líka í Newark í maí þá var ég horfað að Many Saints of Newark Já, svo Sopranos bíómyndina príkvælið sem er ekki alveg fyllilega hefnið en þetta er rosalega mikið sem nöfnin þannig að því að horfa þetta sem að tíma þá finnst maður þetta vera mjög svipað grunnhugmyndin er ágætt það er bara textin ekki alveg að festa annars vegar er þetta New York mobsterinn sem flyttur til meðal Rona og Donna í Oklahoma og þú veist borgarbúin kemur í sveitin alltaf en það sem er áhugaverðar er það að Stallone er að koma úr fangelsi eftir 25 ár og er þannig gamli ofbeldismæðurinn í nýrri veröld það er rosalega mikið þar bara hvað heimurinn hefur breyst á þessum áratug sem væri hægt að vinna með og gert aðeinslega að byrja með síðan er því bara rosalega fljótt hægt og Stallone er bara ósigrandi eins og alltaf og er að taka niður svona heilu bækergengin og 75 ára gamall það er þessir þorði ekki alveg að viðhalda því að tónnin sem að var
þegar hann var fyndinn og Stallone var nú bara beita svona hófli og ofbeldi sko, en nú bara stíga á þarnaramönnum bókstaflega sko, það fer bara út í svona allsýra sláturinn á einhverjum mótjálökurum og það er einhvern veginn, þú veist, við séð það áður og betur sko. Já, en hann svona, þetta er náttúrulega Taylor Sheridan sem hann náttúrulega verðist ekki geta snert neitt í sjónvarpinu á þess að verða gulli, allavega í smá tíma, þetta er náttúrulega Yellowstone og öll þau endalösu spin-off sko, hann virðist alveg svona svolítið líkur Stallone með það, hann virðist svona að vita, hann les salin, hann virðist vita hvað publiki vill fá sko hverju sinni, en svo er þetta alltaf spurning um úthaldið sko. En hvað, ég held að séu 3 seríur búnar af Tulsa King og það er örgulega verið að vinna á fullu bara í 4. Allavega þá, núna á þessum endarspretti, þá sko er Stallone komið fram úr Arnold. Svo Arnold var þarna með Fúbar, seríuna á Netflix, sem er bara ekki góð. Nei. Ég er búinn með 3 seríur á Tulsa og bíð alveg eftir 4. bara til að sjá hvað gerist næst. En ég hætti eftir 3 þætti af season 2 af Fúbar, ég bara gæti þetta ekki sko. Nei, já, Tulsa King, þetta er það vel skrifað samt og það heldur mann alltaf ganga. Já, og svona hendinn svona áhugaverðir svona sidekicks og auka karakterar eru svona svolítið áhugaverðir og svo er bara, mér finnst sko Stallone vera bara í góðu stuði sko, svona silfurrefur sko, svona, en náttúrulega eins og segir, hann er náttúrulega bara orðin óstöðvandi, veist, sjómlinn er bara á engin róð í hann sko. Nei, og manni fannst að það mátt vinna eins meira með það hefur kannski meiri dýpt og meiri húmur ef þau eru meira verið að vinna með svona gamla mann í nútíma heiminum en sem bara gamaldags Stallone er þetta allt í lagi og heldur mann alveg og mann finnst líka bara þú væntur bara að sjá að Stallone líður grannlega vel af það er eiginlega, ég held að það sé eiginlega kjarnið málsins, svona bottom line það er eitthvað opbúslega notalegt við það sko. Já, hann á bara hefur það bara fínt að því að við viljum kannski aðeins til lokin bara fara þessi yfir í sko manneskjuna Stallone sem að hann það misti son sinn hann hafði einhver 3 gullfallegar dætur sem hann gerði raunveruleika þetta með einmitt ég veit alveg en hann kannski fannst ekki alltaf að staða sig eins og það er eitt svona hliðarspor þegar hann gerði hérna Rocky Das Musical sem var hérna sýnt í Hamburg 2012 Já, ok, þetta farið fram með mér Já, og var síðan sýnt í Bandaríkjunum bara 1 ár með framleiðandi voru hérna Vladimir og Vitali Klitschko er núna borgarstjóri Kænugarðs Já, ok Þau voru boksarar sko, heimsmeistarar miklir en það er sko bara Netflix þá er heimildum sem heitir Sly það sem er svolítið farið í og hann fer í núna komið undan langt í lífu og það sem að drífa hann áfram og sem að reynda mjög til hann áalveg hræðilega foreldra Já, ég var nú bara að gleyma ég myndi voru að fletta hann upp sko að mammans var svona bara alltaf bara í svona slúðursíðunum í mokkanum í gamla fólki fréttum og svona agaleg alveg skelvileg kona sko alveg sko, síðan þegar hann er loksins búin að meika það og ætla að sína mömmu sinni og hann býður henni með sér á Óskarsverðlaunaháttíðina 77 þannig að taka við hann er að taka við sko og við vorum ekki vinnu bestu myndina og hún segist ekki, mamma segist ekki vilja koma með nema hún fóð að taka hárgreiðslutum að sína með og Stallone segir bara ég finn miður, ég er bara með 2 miða hérna og það segir ok, mæti ekki og bara, pappan segir ennþá verri og hann fæðist í New York eins og þessum en þau skilja og mamman heitir tekur Frank yngri bróðurinn Frank Stallone sem hefur náttúrulega óhjákvæmulega fengið það hlutskipti að vera alltaf yngri bróður Stallone aðeins leikið og meiri tónlist held ég en hann hefur alltaf fengið að dúsa í skugga hann á stutt cameo og syngur nokkra línur í Rocky 3 til dæmis og ég man eftir hann var barþjónn í Barfly hendi Mikki Rourke út og tuskaði hann eitthvað til þegar Mikki var að taka sína útgáfa af Charles Bukowski sem mann ég bara til vídeospóla þar stóð sko bróðurinn er Rocky, Rambo og Cobra en mættu núna Frank Stallone hann ekkert meira eftir þeirri myndeldur en bara hún var markað sett svona sko en þetta er að nær Stallone sem sagt nær Sylvester nær aldrei bara velþóknun fólksina hann er klár, hann er líka mjög vel málið farin í viðtölum og mikinn orðvar en hann droppar út úr skóla 15 ára gamall Já, hann er mamman sko, Jack
Stallone eða Jackie svolítið köllu og þetta var stjörnu spekingur og flipkísar sko. Já, hann svo líka náttúrulega var eitthvað það var erfið fæðing sko, ekki 2 sáklukkur þessum er hann helmingur neðri hluta andlitsins lamaður sem að færði honum þessa guðskjöð sem þetta slör talsmátt eða hvernig hann talar sko Já, það var ekki hægt að fá viðurkenningu eða samþykki hjá þessu fólki. Nei, og hann droppar út úr ótal skólum. Já, það var held ég high school, hvað myndum við tala um mentó, þá held ég hann að vera sko líklegast til þess að enda í ramastólnum og var Sly Stallone. Já, og það hefur engin trú á honum, við slum að gera það verkum að maður heldur svo innilega með honum og hann elst nú einhver litið upp í Philadelphia mamma litið meðlega en síðan flytur hann aftur til New York til þess að færa einhver mínútar hlutverka í sem leikari á sviði og flytur síðan til Hollywood og þar í litlum einhverjum eins og koma á þann og skrifar síðan þetta handrit en það svona svolítið lýsandi og leið og hann búinn að meika það þá mæti pappin og með sitt eigið boxhandrit og það verður þess að pappa sé alltaf svona afbrýðisamur út í hann og og einhvern veginn alltaf að rífa niður og það sem að sko fjölskyldusportið er póló og Stallone mjög litækur pólóleikari eins og við fengum kannski bara að sjá í Rambo 3 þegar þeir fara í hennan leik sem er raunverulegur til í Afganistan þar sem að berjast svarta sauðin sko, hver ekki getur gripið hann af hestbaki þetta er mikil hefði í Afganistan en kannski ekki ósvipið póló og þetta var eitthvað 86 síðast og Stallone á toppinum þá hann að spila póló við pappa sinn opinberlega sko keppa og pappa lemur hann í baki viljandi hann dettur á hestinum og þetta er alltaf svo rosalega svínslegt sko. Já, þetta er bara sko, ekta skítæll sko. Bara douchebag og fylgin og sögunni hann landi nú Stallone held ég hans í hressilega sko þegar hann var barn þannig að það er þetta sem að drífur Stallone áfram hann þarf alltaf að sína að hann geti eitthvað vegna þess að hann fær það ekki í kringum sig sem barn og gerir alltaf tíð og svolítið mitt hann núna lítið farin veg sko, þú stígur aldrei upp úr þessu, það er bara þetta sem svona sem þú ert mótar og getur verið bókstaflega stærsta stjarna í heimi en ert samt alltaf þarft að sanna þig eða reyna að sanna þig Já, þetta var ágætis heimildamynd þarna á Netflix Guðmóðir þáttarins og stólvinkun okkar og Kolbrún Bergþórsdóttir hún skrifaði fjölmiðlapistil í Moggan þetta var árun og reikin það sem hún var að ég held hún var bara alveg endanlega kolfalli fyrir Sylvester Stallone sko því að hún alltaf opaslega sterkt móðureðli í henni kollu sko og hún fann mjög til með stórstjörnunni sko Já, það er svolítið sko að horfa á þann þátt setur svolítið bara fyrir Stallone í þetta samhengi sko og Rocky sem að verður maður nú kannski að segja svona þegar að fara kannski líða lokum á Guðmundur verður held ég alltaf hans besta mynd sko þannig að hann nær kannski aldrei eins og persónu sjálf í endalok myndin nær aldrei herra heldur en þetta hann getur bara í besta falli reynt að halda sig þar og ég ítrekka lent í því þegar ég að uppfræða mér yngra fólk sko sem náttúrulega þekkja bara Stallone bara eftir 85 og þá náttúrulega að horfa á þetta sko bara ekki í bíó þau voru ekki á staðnum sko og tala hann eins og hann sé bara eitthvað heiladauður harðis og ég ætla að bara minna á að sko Rocky sko Óskarsverðlaunum minn sko hann byrjar þar, þetta er alvöru stöf sko þetta er alvöru maður sko. og hann skrifaði náttúrulega handritið og barðist fyrir því náttúrulega að leika aðhlutverki eins og myndir á á hann og síðan sko ástæðan líka sem Rocky 2 því hún bara svona betur gerð Rocky 1 er líka svo mikið svona gorilla kvikmyndagerð sko
bara eins og þegar hann hleypur upp tröppunar fyrir stýtið textæki, setna stýtið texta það er bara einhvern eldsnemi morgun maður sé svolítið rísa það áður en að fólk fyrir að koma út sko. Og það þau séu farið tvei svona svolítið krútlega en svolítið líka tjánulega atriði hérna á skautahöllina það enginn það því að þá bara þeir alltaf að fá 200 statista en þeir bara höfðu efni á því sko. Þannig að þetta allt svona gert stundum í leysi sko, Stallone fyrir bara út að skokka og þeir keira bara undan með myndavél sko, og síðan þurfa bara að koma sér burtu á þannig að löggan eða einhver tímur sko. Gerð myndarinnar bara þetta true underdog story gerð true underdog story sko. Já, nákvæmlega og þess vegna var Stallone sérstaklega á þessum tíma, svona holdtekning ameríska drömsins og alveg svo Rocky maðurinn sem rís úr engu og sigrar heiminn og þá má líka segja með því að það tókst hjá honum en þar með var kannski til svona svolítið falsmynd að þetta gæti hver sem Já, fyrir alla bara langt tækifæran að stendur yfir galopið bara. En í það hvað saman hvað sem krá egg þú getur og sem margar nautskrokkað þú kýlir hérna risturinn þá ekkit endilega víst að það alltaf vel á lókum það bara, lífið ekki Hollywood mynd en Stallone aftur náttúrulega starri hlutur flestir í svona setni tíð að búa til þessa hugmynd bara Hollywood myndina og það að allir fá það sem þeir eiga skilið og en það þarf bara algjörlega á því sko. Já, heyrðu þetta lengsti þáttur í sögu þáttarins við erum að fara í 2 klukkutíma og 10 mínútur sem ótrúlega afrek enda ótrúlega fyrir að fara yfir Já, og bara við erum að gera þetta síðan honum mikinn sóma og ég ætla nú bara að leyfa Slæja klára þetta á eftir hann ávarpaði þjóðsýn og væntanlega heimsbyggðina á Facebook núna 4. júlí þegar Bandaríkin urðu 250 ára og myndi á að Rocky væri 50 ára en svona rétt áður en að ég hleypi stálna þá ætla ég bara að minna á að það upplagt að finna þátt 100 þegar þeir eru búið með þessa rúmu 2 klukkutíma af okkur val í 80 ára afmælisþættinum þá fínt að fara í 100. þátt tekjatopnum sem var viðhafnar Stallone þáttur og svo bara minna þau ykkar sem ekki lusta á síðasta þátt númer #155 sem er tilraun mín og Kristins Theodorssonar til að ræða að viti Citizen Vigilante sem fasist furðuverk sem að heilla þannig innrætta fólk þessa dagana Já, bókin mín Frelsisbjarmar kemur út sennilega 11. september sem fjallar Bandaríkin á okkar öld og hvernig við komumst á þann stað sem við erum stödd á Já, hvernig þetta svolítið kannski þetta ekkert stórstök, þú búin að vera svo mikið í austan tjalds og kringum Rússlandi og þú komin yfir í hitt skautið Já, sem náttúrulega kaldastríðs badd sko, sem ólst einmitt upp við Rambo og Rocky og hlauta heila að koma því rétt, sko. Búin að skrifa fall Sovjetríkjana og Rússland þá verður maður að skoða hinn pólinn sem að kannski á 250 ári viðbót eftir en kannski ekki Já, nei, það er alltaf sko, greatness er alltaf afstætt hugtak sko, en maður veit ekki hvernig þetta fer sko, en allt líður að lokum Já, það var stærri heimsveldi fallið í gegnum tíðina einhver tíma mun að gera það spurning bara hvort að sé að á næstunni eða langan tíma og þú stefnir á 11. september Já, það er svona handháskjönd dagsning sem var valinn bara svona gripinn bara úr leysulofti föstudagur og gott fyrir útgáfupartí sko Já, við býðum bara spenntu því en já, það má endilega tjekka á þessum þætti og bara ég ætla líka að vara við að það heyrist ekki alveg í kristni í smá tíma oddslaus ég alltaf svo fatlaður í tæknin þannig að ég víxlaði mikrofónsnúrum og þegar ég held ég að vera að lækka í sjálfum mér þá var ég að lækka kristinir í 0 sko en að hækka í mér að samanskapi en bara þraukið í gegnum nokkra mínútur af monolog hjá mér, hann kemur inn aftur sko og hefur ýmislegt að segja en að því sögðu bara Valur Gunnarsson sagnfræðingur, rithöfundur og stundum blaðamaður, við höfum þessi unni saman sem blaðamenn já, hinu nú látna fréttablaði bara þakka þér fyrir að í fyrsta lagi hnippi mig og benda mér á þetta
stórkostlega tilumni til þess að splæsa í 2 tíma Stallone þátt. Já, bara það mikið með daginn en áttir. Já, sömulegis takk og ég veit þín, Sly. This country a happy 250th anniversary. America is the finest. I remember when Rocky came out on the 200th anniversary, and it was a miracle. I never expected it, but only in this country can something like that occur. So I'm incredibly grateful. It's provided me an amazing wife, amazing children, and an amazing belief that miracles can happen in America. So keep punching.